Já, ég set hér með 303. fund sveitarstjórnar Rangárþings eystra og býð ykkur velkomin til fundarins. Fyrst að þá óska ég eftir athugasemdum við fundarboð ef einhverjar eru. Svo ekki, þannig að eitt mál áður en við göngum til dagskrár, en það að mál eða dagskrárliður númer 12 og er í tvítekinn, þannig númer 12 og 15. Það mál 2209-007, landskipti Háimúli og spurning hvort að við samþykkjum að fella mál númer 12 þá út. Þeir sem það samþykkja. Það samþykkt samhljóða. Þannig að þá bara höldum við áfram í dagskrá og fyrsta mál á dagskrá minnisblað sveitarstjóra og ég bið Anton Kára að koma upp og fylgja því eftir. Takk fyrir það, Óditi. Ég ætla að renna yfir minnisblað sveitarstjóra sem lagt fram hér á þessum fundi og verður bara gagn með fundagögnum eftir fund. Ég ætla bara að lesa það yfir. Byrjum á leikskólamálum. Framkvæmdir við byggingu nýs leikskóla ganga vel. Verkið sem mesta áætlun og gengur vel að vinna upp tafir sem urðu í sumar. Nú í vikunni ættu allir í steypuvinnu að vera lokið og byggingin orðin fokhelt. Byrjað á verkþáttum innanhús, svo sem raf- og pípulögnum. Stefnt á skoðunarferð sveitarstjórnar og starfsmanna leikskólans á næstunni og verður sú heimsókn að vera í góðu samráði við byggingaraðila með tilliti til stöðu verkþátta. Nú í lok sumars fór íbúafjöldi Rangárþings eystra í fyrsta skipti yfir 2000 íbúa. Sú tala hefur haldið áfram hækka og stendur nú í 2030 manns. Þetta ánægjuleg þróun og ljóst að fjölgun talsvert umfram spár mannfjölda. Mikilvægt fyrir sveitarfélagið að vera vel í stakk búið til að fylgja eftir innviðauppbyggingu samhliða fjölgun íbúa. Gatnagerð annars áfanga Hallgerðartúns lauk í september. Mikil eftirspurn eftir hvers kyns lóðum, það einbýlis, par, rað og fjölbýlishúsalóðum. Nauðsynlegt að fara strax að huga næsta áfanga gatnagerðar og bjóða hann út sem fyrst og í kjölfarið auglýsa lóðir lausar til úthlutunar. Gatnagerð í miðbæ Hvolsvallar hafin og ber sú gata vinnuheitið Sóleyjargata. Tek það skýrt fram að það ber vinnuheitið Sóleyjargata þegar við erum oft spurð hvort við séum búin að ákveða nafn á þessu ágætu götu og hún heita Sóleyjargata, en þá eftir að ákveða nafn á hana. Áætluð verklok þessara hluta gatnagerðar 16. janúar 2023. Að ræða gatnagerð sem opnar á uppbyggingu blöndu af verslun og þjónustu og íbúðabyggð. Einhverjir aðilar hafa nú þegar sýnt lóðum innan svæðisins áhuga og stefnt að auglýsingu úthlutun lóða á næstu misserum. Í samráði við skólastjóra var ákveðið að gera úttekt á mögulegri myglumyndun í húsnæði Hvolsskóla. Samið var við verkfræðistofuna Eflu úttektina og von á niðurstöðu skýrslu á næstu dögum. Síðustu prófanir voru teknar í lok síðustu vikur. Að sjálfsögðu vonumst við til þess að ekki sé myglu að ræða í húsnæði skólans, en ef upp kemur sú staða að mygla greinist, þarf að bregðast skjótt við með viðeigandi lausnum og úrbótum. Framkvæmdir við ferðamannastaði í Rangárþingi eystra sem styrktar voru af framkvæmdasjóði ferðamannastaða að mestu lokið þetta árið. Það fengust talsverðar upphæðir þar í styrki. Nú síðast hefur verið unnið að bættu aðgengi við Gluggafoss, Nauthúsagil og Hvernufoss. Hvernufossi var gerð góð skil í Morgunblaðinu daginn og virkilega fínar myndir og til fyrirmyndar hvernig til tókst. Vinna við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2023 nú komast á fullt skrið. Fjármálastjóri og sveitarstjóri hafa átt fundi með forstöðumönnum til að leggja línur komandi árs. Sveitarstjórn mun svo eiga vinnufundi og þó nokkra á næstunni við gerð fjárhagsáætlunar. Niðurstaða úttekt á rekstri sveitarfélagsins sem unnin var af KPMG var kynnt sveitarstjórnarmönnum á síðasta fundi byggðaráðs. Umrædd úttekt kemur til með að nýtast sveitarstjórn vel við gerð fjárhagsáætlunar. Samvinna við Bjarg íbúðafélag uppbyggingu leiguíbúða á Hvolsvelli gengur vel. Markmiðið að tryggja tekjulágum á vinnumarkaði aðgengi að öruggu íbúðarhúsnæði til langtíma leigu.
Búið að vinna drög að viljayfirlýsingu og sækjum stofnframlag til Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar. Fulltrúar Bjargs munu koma á fund sveitarstjórnar á næstu dögum til að kynna verkefnið áður en það verður lagt fram til staðfestingar sveitarstjórnar. Forsvarsmenn sveitarfélagsins áttu fund með fulltrúum Krónunnar nú í október. Farið var yfir framtíðarmöguleika varðandi frekari uppbyggingu verslunarinnar á Hvolsvelli. Ljóst að núverandi húsnæðisbreytinga mætir ekki þörfum verslunarinnar vegna til dæmis plássleysis fyrir lagaraðstöðu. Ræddir voru ýmsir möguleikar varðandi stækkun núverandi hús og einnig bygging nýs hús á öðrum stað í samstarfi við fleiri rekstraraðila. Engar ákvarðanir liggja þó fyrir en spennandi verður að fylgjast með þessu verkefni þróast. Og það var einmitt fín umfjöllun búðin okkar líka í gær í fjölmiðlum og varðandi þetta verkefni greitt og hvað heitir þetta, ég maður það nú ekki alveg. En ég tók þátt í gær þar sem þú skannar allt sjálfur. Það virkaði mjög vel. Að síðustu var barnaþing haldið í Hvolnum núna í september. 2 elstu árgangar leikskólans Arkar tóku þátt í þinginu. Þar fengu börnin að segja sitt álit á hinum ýmsu hlutum, til dæmis hvað væri skemmtilegast og leiðilegast að gera á leikskólanum, hverju þau vildu breyta og fleira. Einnig fengu krakkarnir að teikna sínar hugmyndir á útisvæði nýja leikskólans á lóðauppdrátt hans. Óhætt að segja að hinar ýmsu hugmyndir hafi komið fram og sumar þeirra vel útfæranlegar en aðrar kannski aðeins erfiðar í útfærslu. Það verður spennandi að sjá útkomuna þegar búið að gera upp þingið og koma öllum upplýsingum á blað. Takk fyrir mig. Einhverjar spurningar til sveitarstjóra varðandi minnisblað? Lilja, gjörðu svo vel. Já, oddviti og góði fundamenn, takk fyrir það. Það bara örstuttar spurningar. Mér langaði aðeins að spyrja vegna varðandi tíma og áætlun við leikskólabyggingu. Mér langaði aðeins að árétta hvort það væri bæði tímaáætlun og áætlun fjárhagslega, hvort að það væri bæði innan marka. Svo var það undir á liðnum fjárhagsáætlunina, fagna því að svo vinna að komast á fullt skrið og kalla bara eftir að við fáum dagsetningar þessara vinnufunda fjölmörgu sem að standa fyrir dyrum, svo við getum tekið frá tíman og undirbúið okkur af því að það stuttur tími til stefnuskilin áætluninni. Og svo var það varðandi barnaþingið, mjög áhugavert og ég fagna því að þetta barnaþing var haldið og frábært að það skuli vera að taka tillit til sjónarmiða barnanna, ekki síst þar sem við erum í innleiðingu á barnvænu samfélagi. Þá langar mig að spyrja bara, hverjir voru aðilar að þessu barnaþingi? Voru þetta bara börnin eða voru einhverju fleiri sem var boðið að taka þátt í þinginu af þessu sinni? Svo það kannski 2 aðrir þættir sem ég langaði til að spyrja út í sem að komu ekki fram í minnisblaðinu en mér langaði til að spyrja og mér langar bara að fá að lesa það upp hérna. Og það annars vegar að á 218. fundi byggðarráðs þann 15. september síðastliðinn fól byggðarráð sveitarstjóra að vinna að viljayfirlýsingu við Bjarg íbúðafélag úthlutun lóðarinnar Hallgerðartúns 49 og byggingu raðhúss á lóðinni. Viljayfirlýsing átti að verða lögð fyrir fund sveitarstjórnar í framhaldinu og byggðarráð óskaði eftir að fá forsvarsmenn Bjargs til að kynna verkefnið á næsta fundi sveitarstjórnar þar á eftir. Nú þetta annar fundur sveitarstjórnar frá því að þessi ákvörðun var tekin og því langar mig að spyrja hvað veldur því, eða hvað hefur tafið málið annars vegar að fá fulltrúa frá Bjarg íbúðafélag til að koma og kynna málið fyrir sveitarstjórn og hins vegar að leggja fram viljayfirlýsingu samstarfsverkefni. Þetta var fyrirspurn bara út af minnisblaði og annars vegar það á 300. fundi sveitarstjórnar Rangárþings eystra þann 11. ágúst þá lögðu fulltrúar B-lista fram tillögu að framkvæmt yrði mat á ástandi gangstétta og lýsingar með gangstéttum og stígum í sveitarfélaginu.
Í kjölfarið verði lögð fram framkvæmdaáætlun á viðhaldi á gangstéttum og bættri lýsingu við gangstéttur og stíga í Rangárþingi eystra. Mig langar bara að spyrja, eða sveitarstjórn samþykkti samhljóða að vísa tillögunum til afgreiðslu til skipulags- og umhverfisnefndar til úrlausnar. Úttekt kostnaðar og framkvæmdaáætlun ætti að liggja fyrir eigi síðar en 20. september. Þannig að hægt verði að koma verkefni inn í fjárhagsáætlun 2023. Mikilvægt að óskað verði eftir ábendingum frá íbúum sveitarfélagsins varðandi þá staði sem úrbóta þörf. Þetta var bókað og mér langar bara að kalla eftir því hvar þessi vinna. Nú 20. október í dag og það væri gaman að fara að sjá afrakstur þessara vinnu. Takk fyrir mig. Ég skal senda þessar fyrirspurnir 2 síðar til ritara svo það getur komið fram. Takk fyrir þetta Lilja. Anton Kári, gjörðu svo vel. Oddviti, og takk fyrir fyrirspurnina. Varðandi leikskólan, já þá hann á tímaáætlun og hann enn sem komið líka á kostnaðaráætlun. Það var engin aukareikningar borist, þannig að eins og staðinn í dag að þá allt á áætlun sem betur fer og vonandi verður það þannig. Varðandi dagsetningu á vinnufundi, það bara laukrétt, við munum senda þær út bara leið og við getum. Barnaþingið, það var haldið á vegum Barnavæns samfélags og leikskólans og að því komu bara leikskólinn og leikskólakennarar. Bjarg, það sem veldur því í rauninni það var bara verið að undirbúa áætlanir, kostnaðaráætlanir, undirbúa umsókn til HMS og gera drög af viljayfirlýsingunni og sem verður farið yfir með okkur af fulltrúum Bjargs þegar við náum að boða fund saman. Varðandi stöðuna á aðgengismálum, ég veit ekki annað en að það sé í vinnslu, það fór fyrir skipulags- og umhverfisnefnd og inni á framkvæmdadeildinni okkar. Ég hef ekki fengið neina skýrslu, en vonandi berst hún von bráðar. Ég held að það ekki verið fleiri fyrirspurnir. Takk. Takk fyrir þetta Anton Kári. Eru fleiri? Bjarki, gjörðu svo vel. Fyrir oddviti, ég vil byrja að þakka sveitarstjóra fyrir þetta minnisblað. Þetta ákaflega gagnlegt fyrir okkur sem sitjum í sveitarstjórn að fá yfirferð yfir málefni líðandi stundar en ekki síður íbúa til að geta fylgst með málunum, hvernig þau þróast. Lilja svo sem búin að spyrja út í það sem mér langaði að spyrja út í minnisblaðið sem slíkt, en mér langaði jafnframt að koma með fyrirspurn. Hún snýr að máli sem við tókum fyrir á 299. fundi, 9. júní, þar sem var beiðni framlengingu á leigusamningnum í þarna sögusetrinu. Þar fór sveitarstjóra að fara í greiningu og vinna málið áfram og í kjölfarið kom önnur beiðni leigu og þá var sveitarstjóra falið að vinna málið áfram og skila minnisblaði til sveitarstjórnar. Jafnframt var aðilum sem að þá sóttu að koma á fót sprotastarfsemi í hluta hússins var boðið á næsta fund sveitarstjórnar en ég langar því að spyrja hvernig staðan búið að fara fram eitthvað mat á húsnæðinu og hafa þessir aðilar ekki þegið boð að koma á sveitarstjórnarfund og kynna starfið fyrir okkur. Takk. Takk fyrir þetta Bjarki. Anton Kári. Takk fyrir fyrirspurnina. Varðandi sögusetrið og áframhaldandi samning að það náðist loks að halda fund með núverandi rekstraraðila og þannig að við höfum átt samtal og erum að forma drög að samkomulagi. En eins og við vitum öll líka og við erum að vinna og afla gagna varðandi húsnæðið sjálft. Það náttúrulega til skýrslu varðandi húsnæði sem sagt, ástand á húsnæði.
En við eigum ennþá eftir og við erum að vinna bara í upplýsingum framtíðar möguleika húsnæðisins. Og það eitthvað sem ég kem til með að leggja fyrir og sveitarstjórn þarf að taka ákvörðun Varðandi boð á sveitarstjórnarfund, jú, þeir stendur til boð að koma á fund en það hefur ekki fundist tími. Og líka það sem náttúrulega kannski breytir aðeins hjá okkur núna eftir að við förum í beint streymi að við fáum þá aðila á öðrum tíma, kannski fyrir sveitarstjórnarfundi. En já, takk. Takk fyrir þetta, Anton Kári. Eru fleiri sem vilja? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk, ef ég má bara örstutt fylgja henni eftir fyrirspurninni. Skildi ég rétt, Anton Kári, að það væri verið að móta drög, þannig að það er í hyggju að leigja húsnæðið áfram út til núverandi rekstraraðila í sambærilegri starfsemi. Kannski fá svona aðeins skýrari svar við því. Takk fyrir þetta, Bjarki. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir fyrirspurnina. Já, ég myndi segja það á meðan það hefur ekki verið tekin önnur ákvörðun nýtingu húsnæðisins. Að þá áformum við að framlengja þangað til að við erum klár með aðra nýtingu. En eins og staðan í dag engin önnur nýting fyrir húsnæði. Og það það sem við þurfum að ákveða. Takk fyrir þetta, Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki, heygi ég mig hérna í tölvuna og við höldum áfram í næsta lið á dagskrá og það liður númer 2 og það aðalskipulag Rangárþings eystra heildarendurskoðun. Aðalskipulag Rangárþings eystra 2020 til 2032. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði fyrirgefiði eftirfarandi málið. Fyrir fundinum liggur endanleg tillaga að heildarendurskoðun aðalskipulags Rangárþings eystra 2020 til 2032. Búið að bregðast við öllum athugasemdum og umsögnum sem komu á auglýsingatíma tillögunnar. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að frístundabyggð með 8 lóðum í syðstu mörk verði gerð skil í aðalskipulagi. Þetta ein af elstu frístundabyggðum í sveitarfélaginu og hún nú þegar byggð að hluta. Að ræða sirka 3,7 hektara fleka í nágrenni bæjartorfunnar í syðstu mörk, sem fær skilgreininguna F38 í greinargerð. Þessi breyting gerð eftir að tillagan var auglýst. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillögu að aðalskipulagi Rangárþings eystra 2020 til 2032 og leggur til við sveitarstjórn að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við 32. grein skipulagslaga númer 123/2010. Anton Kári, gjörðu svo vel. En mér langar kannski bara aðeins að lýsa yfir ánægju með að við séum komin á þennan stað. Þetta vinna sem hefur tekið núna nokkur ár og það hefur mikið verið unnið. Þetta afar merkilegt plagg og ég hvet náttúrulega fólk til þess að kynna sér aðalskipulagið. Þarna stefnan sett til framtíðar og ég bara þakka í rauninni þeim sem hafa komið að þessari vinnu núna undanfarin ár. En þetta mjög mikið ánægju skref og vonandi verður yfirferð Skipulagsstofnunar góð og jákvæð og við getum verið komin nýtt staðfest aðalskipulag fyrir áramót. Takk. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ég vil svo sem bara benda á, þetta mjög fróðlegt að lesa greinargerð og forsendur og umhverfisskýrslu skipulagsins, þannig að hvet bara alla íbúa til þess að kynna sér það. Ef ekki eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið,
að þá hér tillaga að bókun. Sveitarstjórn samþykkir tillögu að aðalskipulagi Rangárþings eystra 2020 til 2032 og að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi 32. greinar skipulagslaga 123/2010. Þeir sem að samþykkja þetta réttu upp hönd og tillagan samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin á þriðja lið á dagskrá þessarar fundar og það iðnaðar- og athafnasvæði í Rangárþingi eystra. Iðnaðar- og athafnasvæði í Rangárþingi eystra, skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að vinna við framtíðar staðsetningu athafna- og iðnaðarsvæði sveitarfélagsins verði haldið áfram. Eins leggur skipulags- og umhverfisnefnd til við sveitarstjórn að rætt verði við eigendur hesthúsa við Dufþaksbraut varðandi núverandi og framtíðarskipulag svæðisins. Eru einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Lilja, gjörðu svo vel. Mér langar bara aðeins að spyrja varðandi þetta þegar ég var að lesa gögnin. Ég þakka nú fyrir þau gögn sem fylgdu með. Það gott að fá þau gögn sem þarna eru. Mér finnst aðeins villandi kannski þessir uppdrættir sem hafðir með þarna undir þessum dagskrárlið að vont að geta ekki varpað upp í beinni útsendingu. En þar sem sagt sveitarfélagsuppdráttur og þéttbýlisuppdráttur. Og svo svona teiknaður rammi inn á þéttbýlisuppdráttinn fyrir ofan íbúabyggðina og það mætti skilja kannski af þessari bókun og þessari afgreiðslu eins og það væri verið að gera ráð fyrir því sem hesthúsasvæði eða iðnaðarsvæði. Ég veit að það fjólublátt á litinn en þetta aðeins villandi fyrir okkur sem vorum að undirbúa okkur fyrir gögnin. Þetta heitir hugmyndir, þetta fylgiskjal, Kári. Það teiknaður svona rammi inn á þéttbýlisuppdráttinn fyrir ofan nýja íbúðabyggð í Hallgerðartúni. Er þá alltaf sem hesthúsabyggð eða iðnaðarsvæði? Og svona miðað við erindi hérna, ég bara langar að fá svör við því. Eða hvort þetta eitthvað röng gögn sem fylgja þarna með. Takk. Takk fyrir þetta, Lilja. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Herðu, já, þetta svo sem í rauninni bara eins og kemur fram, þetta svona í rauninni hugmyndavinna bara fyrirhuguð svæði. Ég satt nú að vísu ekki þennan fund skipulags- og umhverfisnefndar en það eru fulltrúar hér sem sátu þann fund. En þarna bara verið að velta fyrir sér í rauninni framtíðarmöguleikum. Og þessi blái reitur, eins og þú segir, það er vont að vera útskýra eitthvað sem á mynd sem fólk sér ekki, en þetta kemur í fundagögnum, númer 3, það íbúðabyggð og þarna var verið að skoða á reit númer 4 hvort það væri möguleiki á iðnaðarsvæði. Og svo ef við förum neðar, að þá verið að skoða líka iðnaðarsvæði sem sagt á athafnasvæði, skulum kalla það athafnasvæði, á reit númer 1 og íbúðabyggð á eða samfélagsþjónustu á reit númer 2. En þetta eins og kemur fram, þetta eru í rauninni bara, þetta eru hugmyndir. Og kannski ef að fulltrúar í skipulags- og umhverfisnefnd vilja bæta einhverju við varðandi umræðuna. Takk. Takk fyrir þetta, Anton Kári. Eru fleiri sem vilja taka til máls hér? Bjarki, gjörðu svo vel. Já, takk oddviti. Sko, tekið undir þetta að hluta til með Lilju. Þeir sem náttúrulega ekki fengu undirbúning í nefndarstarfinu og kynningu, heldur bara gögnin að það geti verið þarna óskýrt hvað
merkt með því í skjölunum. Ég sit í nefndinni og þarna þekki þetta því aðeins, en náttúrulega svo sem ekkert að reyna að fara að útskýra þetta. Það sem mig langaði að benda á er að þarna kemur fram í bókun nefndarinnar að það þarf að fara að huga að stefnumörkun varðar hesthúsahverfið hérna sem er í efra, eins og við segjum, inn í Hvolsvelli eða við iðnaðarsvæðið, ekki niður í Miðkrika. Að þar þarna hefur fólk verið að selja og auglýsa húsnæði og við þurfum kannski að fara að móta okkur einhverja stefnu þannig að við þarna getum þá tekið þátt í þessu ef það er vilji sveitarstjórnar að fara að leggja þetta undir eða hætta að vera með hesthúsabíð þarna, að það komi fram áður en að fólk fyrir að fjárfesta á staðnum. Þannig að við þurfum að hafa svolítið hraðar hendur og móta okkur einhverja stefnu í þessu. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Lilja, gjörðu svo vel. Takk fyrir þessar útskýringar. Það var bara aðeins að því það eru bara myndir þarna með en lítill texti, en í textanum er talað bara iðnaðar- og athafnasvæði og hins vegar hesthús. Ég saknaði þess aðeins að sjá ekki inn í tillögunum iðnaðarsvæði sem var mikið rætt við aðalskipulagsgerðina. Það er að segja hinum megin þjóðvegar að það sé hugmynd líka sem var búið að ræða hérna aðeins á fyrra kjörtímabili. Ég sá það ekki þarna, en takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Lilja. Anton Kári. Takk Oddviti, bara benda á það iðnaðarsvæði sem hún Lilja talaði sem hinum megin þjóðveg inn á í rauninni ný samþykktu aðalskipulagi sem við vorum að samþykkja núna rétt áðan, en þetta eru aðrir þættir sem við verið að skoða sem til framtíðar. Varðandi hesthúsin, að þá var í rauninni stefna náttúrulega varðandi þetta hesthúsahverfi Dufþarsbraut, hún var sett, ég man nú ekki hvenær, ætli það ekki verið 2009 eða eitthvað svoleiðis, þar sem að þau eru víkjandi á skipulagi. Þannig að þau ekki samkvæmt skipulagi. Og sú stefna var sett og henni hefur svo sem ekki verið breytt. Það eru stuttir lóðalegur samningar við hesthúsaeigendur, þeir eru til 10 ára frá í rauninni endurnýjun og það er forkaupsréttar ákvæði á þeim samningum. Og ég tek undir það að við bara í þessari nýju sveitarstjórn við þurfum kannski aðeins að stilla saman strengi okkur og ákvæða hvað ætlum að gera. Þú veist, ætlum við að breyta skipulagi og hafa þarna áfram hesthúsasvæði eða ætlum við að reyna að byrja að kaupa þetta upp. Þannig að, já, takk. Takk fyrir þetta, Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ég vil bara svo sem bæta við að ég tek bara undir þetta erindi að það sé mikilvægt að móta og stefnu fyrir nýtt athafna- og iðnaðarsvæði í ört vaxandi sveitarfélagi. Þannig að ef það ekki fleiri sem vilja taka til máls þá ber ég upp svohljóðandi bókun. Sveitarstjórn tekur undir bókun skipulags- og umhverfisnefndar. Sveitarstjórn samþykkir að haldið verði áfram vinnu við framtíðar staðsetningu athafna- og iðnaðarsvæðis sveitarfélagsins ásamt því að rætt verði við eigendur hesthúsa við Dufþarsbraut varðandi núverandi og framtíðar skipulagssvæðisins. Og ber ég þessa bókun upp til samþykktar, þeir sem hana samþykkja rétta upp hönd og hún samþykkt samhljóða. Þá höldum við áfram í næsta mál og það mál númer 4. Það aðalskipulagsbreyting ráðagerði. Lagt til að gerð verði breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2012-2024. Í gildandi aðalskipulagi svæðið ráðagerði L224947 skilgreint sem frístundabyggð F368.
Í tillögu að breytingu fyrirhugað að heimila svæði til efnistöku, haugsetningar og landmótunar, meðal annars til framkvæmda innan frístundabyggðarinnar. Á 5. fundi skipulags- og umhverfisnefndar var eftirfarandi bókað málið. Á 99. fundi skipulagsnefndar þann 3. júní 2021 var ákveðið að fara í vettvangsferð á svæðið. Sú ferð hefur enn ekki verið farin. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir að farið verði í vettvangsferð í næstu viku, sem vika 38, og aðstæður á svæðinu skoðaðar. Í framhaldi af vettvangsferðinni verða hlutaðeigandi aðilar boðaðir til fundar og endanleg ákvörðun aðalskipulagsbreytingu tekin. Á 7. fundi skipulags- og umhverfisnefndar var eftirfarandi bókun málið. Lýsing aðalskipulagsbreytingar var auglýst frá 19. apríl 2021 með athugasemdafresti til 3. maí 2021. Athugasemdir við lýsingu tillögunnar komu fram á auglýsingatíma. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að fallið verði frá fyrirhugaðri aðalskipulagsbreytingu að heimila svæði til efnistöku innan frístundabyggðar. Eru einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þannig að þá ber ég fram eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir Sveitarstjórn samþykkir að falla... Fyrirgefðu, Oddviti, má ég koma aðeins smá fyrirspurn? Já, gjörðu svo vel. Og þessu bók. Lilja, gjörðu svo vel. Takk fyrir, Kella. Mér langar bara hvort það að fylgja aðeins eftir þessari heimsókn. Hvort það getur fengið smá skýrslu hvernig hún fór fram í bara munnlega. Ef að sveitarstjórn geti fylgt því eftir. Hverjir hafi farið, geta mætt og annað slíkt. Takk. Andor Kári. Takk fyrir þetta, Lilja. Andor Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Já, heimsóknin var farin og það voru fulltrúar í skipulags- og umhverfisnefnd sem fóru bara á framkvæmdasvæði í skoðunarferð og hún gekk bara ágætlega og bara til þess að kynna sér aðstæður og eitthvað sem við hefðum náttúrulega átt að vera löngu búin að gera en við gerum þarna og bara hið besta mál. Takk fyrir þetta, Andor Kári. Eru fleiri sem vilja sjá sig hér? Ef svo ekki, þá ber ég upp eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að falla frá fyrirhugaðri breytingu á aðalskipulagi varðandi landnotkun í frístundabyggðinni F368 í Bráðagerði. Þeir sem eru þessari bókun samþykkir réttið upp hönd. Hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 5. mál og það fyrirspurn áformum endurskoðun aðalskipulags. Fyrirspurn áformum endurskoðun aðalskipulags og gerð eða endurskoðun svæðisskipulags. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki, þá ætla ég að bera upp eftirfarandi bókun. Heildarendurskoðun aðalskipulags Rangárþings eystra hefur verið í vinnslu undanfarin ár. Þeirri vinnu að ljúka og samþykkt hefur verið að senda Skipulagsstofnun tillöguna til yfirferðar.
Því hefur sveitarfélagið ekki í hyggju að ráðast í heildarendurskoðun aðalskipulags á kjörtímabilinu 2022 til 2026. Þeir sem samþykkja þessa tillögu réttið upp hönd. Hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 7. lið á dagskrá fundarins og það deiliskipulag Lómatjörn. Deiliskipulagið nær yfir lóðina Lómatjörn L232713 sem 8.200 fermetrar stærð. Heimilt verður að byggja íbúðarhús með bílageymslu, sambyggðri eða stakstæðri og gestahús. Hámarks byggingarmagn 164 fermetrar. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Í erindi skipulagsstofnunar dagsett 22. júní 2022 kom fram athugasemd varðandi fjarlægðarmörk byggingarreits frá tengivegi, samanber grein 5325 í skipulagsreglugerð 90/2013, auk athugasemdar varðandi afmörkun skipulagssvæðisins. Í bréfi dagsett 31. ágúst 2022 fellst innviðaráðuneytið á að veita undanþágu frá fjarlægðartakmörkun. Einnig búið að bregðast við athugasemdum varðandi afmörkun skipulagssvæðisins í uppfærðri tillögu. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og að hún verði send skipulagsstofnun til yfirferðar samkvæmt 42. grein skipulagslaga númer 123/2010. Einhverjir sem vilja biðja orðið varðandi þetta? Ef svo ekki, þá ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar, samþykkir tillöguna og að hún verði send skipulagsstofnun til yfirferðar samkvæmt 42. grein skipulagslaga 123/2010. Þeir sem samþykkja rétta upp hönd og tillagan samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið 7, deiliskipulag Hemla 2 lóð. Deiliskipulagstillaga nær til 1,2 hektara landspildu Hemlu 2, lóðar L21/1860 ásamt 3 hektara spildu sunnan lóðarinnar úr landi Hemlu 2 L163948. Gert ráð fyrir 2 byggingarreitum. Á B1 45 fermetra frístundahús sem heimilt að stækka upp í allt að 80 fermetra. Á B2 heimilt að byggja allt að 4 gestahús, hvert sig allt að 20 fermetrar. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og að hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ef svo ekki, að þá ber ég upp eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þess sem þetta samþykkja rétt upp hönd og bókunin samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 8. lið. Það deiliskipulag Hörðuskáli. Kristinn Ólafsson óskar eftir því að fá deiliskipuleggja sirka 0,25 hektara lóð úr landi Hörðuskála. L163671. Samkvæmt uppdrætti Unnuma verkfræðistofu Suðurnesja, dagsetning apríl 2022.
Gert ráð fyrir einnar hæðar frístundahúsi allt að 100 fermetrar stærð. Hámarkshæð frá gólfkóða 4,2 metrar. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Tillagan var auglýst frá 13. júlí síðastliðnum til 24. ágúst síðastliðnum í umsögn Minjastofnunar Íslands dagsett 25. júlí 2022 kemur fram að innan skipulagssvæðisins sé friðlýstar fornminjar. Þær munu vera bæjarhóll þar sem áður stóð bærinn Hörðuskáli sem fór í eyði rétt eftir 1700. Í uppfærðri tillögu skipulagsins búið að bregðast við athugasemd Minjastofnunar, samanber uppfærsla umsögn Minjastofnunar Íslands, dagsett 27. ágúst 2022. Ekki komu aðrar athugasemdir á auglýsingatíma tillögunnar. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar samkvæmt 42. grein skipulagslaga númer 123/2010. Einhver sem vill tjá sig undir þessum lið? Ef svo ekki þá ber ég upp eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar, samþykkir tillöguna og að hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar samkvæmt 42. grein skipulagslaga númer 123/2010. Og þá erum við komin á aðeins farin að fékk hérna ávítur úr sal. Fundarstjóri hérna, oddviti, gleymdi að bera þetta upp til samþykktar, þannig að takk fyrir að koma mér á brautina aftur, Anton Kári. Þá á ekki að lesa þetta aftur upp, ég alveg komin hérna syngi við sjálfan mig, þannig að ég ætla að lesa aftur upp tillöguna. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar, samþykkir tillöguna og hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar samkvæmt 42. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir samþykkja tillöguna rétt fyrir hönd. Hún samþykkt samhljóða. Ég var farin að hugsa svo mikið að fá mér vatn, þannig ég ætla að láta verða því sem. Áður en við förum í næsta lið. Það liður 9. Og það deiliskipulag Rauðsbakki. Hrísey EHF óskar eftir því að fá heimild til deiliskipulagsgerðar á lóðinni Rauðsbakki 2 L225586. Gert ráð fyrir 1000 fermetra viðbyggingu við núverandi byggingu. Á allt að 2 hæðum ásamt allt að 100 fermetra af byggingum fyrir sána, baðhús og aðrar heilsutengda þjónustu. Hámarksbyggingamagn á lóðinni verður 2400 fermetrar og hámarkshæð bygginga allt að 8 metrar. Hæð núverandi húsa 7 metrar. Skipulags- og umhverfisnefnd bókar eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og að hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig undir þessum lið? Svo ekki og þá ber ég upp eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem samþykkja tillöguna réttið upp hönd og tillagan samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 10. dagskrárlið. Það deiliskipulag Sámsstaðir 1, breyting. Fyrir hönd 13 af 15 lóðaeigendum í frístundabyggðinni á Sámsstöðum óskar Helgi Jóhannesson eftir heimild til að breyta landnotkun á svæðinu úr frístundasvæði F í íbúðabyggð í B. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Ekki liggur fyrir skýr vilji allra lóðaeigenda innan frístundabyggðarinnar breytingu á landnotkun.
Að auki vantar frekari rökstuðning að baki fyrir hugaðri breytingu. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að hafna beri óskum breytingu á landnotkun úr frístundabyggð í íbúðarbyggð. Er einhverjir sem vilja tjá sig hér? Svo er ekki og þá ber ég upp eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulagsnefndar og hafnar óskum breytingu á landnotkun úr frístundabyggð í íbúðarbyggð. Þeir sem samþykkja þessa bókun réttu upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 11. lið á dagskrá fundarins og það er deiliskipulag Eyvindarholt, Langhólmi breyting. Kjartan Garðarsson óskar eftir því að breyta deiliskipulag jörðinni Borgarhóll, Eyvindarholt, Langhólmi. Breytingarnar felast í að núverandi frístundabyggð er minnkuð úr 36,2 hekturum í 9,9 hektara og frístundalóðum fækkað úr 14 í 10. Auk hinna 10 frístundalóða er gert ráð fyrir 3 íbúðarhúsalóðum, lóð undir þjónustuhús, 2 gróðurhús og vélaskemmu. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Á 107. fundi skipulagsnefndar var afgreiðslu málsins frestað vegna athugasemda frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands varðandi hreinsivirki. Búið að bregðast fyrir greindri athugasemd og gerir Heilbrigðiseftirlit Suðurlands ekki frekari athugasemd við tillöguna. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar samkvæmt 42. grein skipulagslaga númer 1237/2010. Einhverjir sem vilja? Anton Kári? Benda á að það er vitleysi í inngangi, þetta var 123/2010. Já, mér fannst þetta svona svolítið skrítið þegar ég var að lesa þetta. Þetta var ekki alveg í samræmi við allar þessar sem við höfum tekið fyrir. Takk fyrir ábendinguna. Já, þetta er sem sagt í samræmi samkvæmt 42. grein skipulagslaga 123/2010. Biðst ég velvirðingar á þessu. Ef enginn vill taka til máls undir þessum lið og þá ber ég upp eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við 42. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem samþykkja tillöguna réttið upp hönd. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá er komið að næsta lið og ef ég man rétt að þá felldum við út, var það ekki þarna 12 og þá breytast nú væntanlega númerin. Þannig að sjáum hvort ég komist fram á því. Þá er það 12. mál á dagskrá. Það er landskipti Efrikvoll. Páll B. Guðmundsson óskar eftir því að skipta út cirka 2 hektara lóð út úr Efrahvoli L164 samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti. Landskiptin í samræmi við deiliskipulag sem samþykkt var í sveitarstjórn Rangárþings eystra þann 10. febrúar 2022. Hið nýja spilda fær staðfangið Írar Lundur. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi máli. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og staðfang hinnar nýju spildu. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo er ekki, þá ber ég upp eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir landskiptin og staðfang hinnar nýju spildu. Þeir sem samþykkja þessa tillögu réttið upp hönd og hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið 13 og það eru landskipti Varmahlíð. Anna Birna Þráinsdóttir óskar eftir því að skipta 1342 fermetra lóð út úr Varmahlíð L163815
samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti unnum af Landnot ehf. Dagsetning 21.9.2022. Hin nýstofnaða lóð fær staðfangið Varmahlíð 3, skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og staðfangið á nýrri spildu. Einhverju sem vilja tjá sig hér? Svo ekki, þannig að við berjum upp eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir landskiptin og staðfang hinnar nýju spildu. Þeir sem samþykkja réttið upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 14. Það eru landskipti í Háimúli. FF Fasteignir ehf. Óskar eftir því að skipta 4 lóðum út úr Háamúla L164013 samkvæmt uppdrætti unnum af Landnot ehf. Dagsetning 20.8.2022. Að ræða lóðirnar Tjörvalundur 28, stærð 15.000 fermetrar. Háimúli lóð 7, stærð 8.621 fermetrar. Háimúli lóð 8, stærð 12.493 fermetrar og Háimúli lóð 13, stærð 15.160 fermetrar. Landskiptin eru unnin í samræmi við deiliskipulag sem samþykkt var í sveitarstjórn Rangárþings eystra dagsett 13. mars 2008. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin og staðföng hinnar nýju spildna. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki, þá ber ég upp eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir landskiptin og staðfang hinnar nýju spildna. Þeir sem það samþykkja réttið upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin í lið 15. Það umsókn framkvæmdaleyfi Hallgeirsey 2 lóð. Farasia óskar eftir framkvæmdaleyfi fyrir 4 til 5 móttökudiskum að Hallgeirsey 2 lóð ásamt 20 til 25 fermetra stækkun á lóðinni. Búnaðurinn sinnir Útlandafjarskiptum Íslands. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Framkvæmdaleyfis umsóknin var grenndarkynnt ábúendum á Hallgeirsey og Hallgeirseyjarhjáleigu frá 7. september síðastliðnum með athugasemdi fresti til og með 3. október síðastliðnum. Í athugasemd frá eigendum Hallgeirseyjar kemur fram að óskar eftir því að hið nýja mannvirki verði höfð í jarðalitum svo minna beri á þeim í umhverfinu. Ekki komu fram aðrar athugasemdir innan gefins frests. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir að veita framkvæmdaleyfi fyrir uppsetningu á 9 kúlulaga gervihnata loftnetum og lóð Hallgeirsey 2, lóð L215874. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Svo ekki, þá ber ég upp eftirfarandi bókun. Til samþykktar sveitarstjórn samþykkir að veita framkvæmdaleyfi fyrir uppsetningu á 9 kúlulaga gervihnata loftnetum á lóðinni Hallgeirsey 2, lóð L215874. Þeir sem það samþykkja réttið upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 16. lið á dagskrá fundarins. Það lausaganga búfjár í Rangárþingi eystra.
Á 5. fundi skipulags- og umhverfisnefndar var lausaganga búfjár í sveitarfélaginu tekin til umfjöllunar eftir að kvörtun barst embætti skipulags- og byggingafulltrúa. Í bókun fundarins leggur nefndin til við sveitarstjórn að fundur verði haldinn með aðilum frá Vegagerðinni, lögregluembættinu, Bændasamtökum Íslands, sveitarstjórn, markaðs- og menningarnefnd og skipulags- og umhverfisnefnd, eigi síðar en í lok október 2022. Er einhverjir hér sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo er ekki, þá ætla ég að bera upp eftirfarandi bókun. Samþykktar sveitarstjórn tekur undir afgreiðslu skipulags- og umhverfisnefndar á málinu og felur sveitarstjóra að boða fyrirgreinda aðila á fund lausagöngu búfjár í Rangárþingi eystra fyrir lok nóvember 2022. Og við göngum til atkvæða. Þeir sem samþykkja þessa bókun réttið upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 17. lið og það er samþykkt umhverfisverðlaun Rangárþings eystra. Skipulags- og byggingafulltrúi í samstarfi við skipulags- og umhverfisnefnd hefur unnið að samþykkt umhverfisverðlaun í Rangárþingi eystra. Á 5. fundi skipulags- og umhverfisnefndar samþykkti nefndin að samþykkt umhverfisverðlaun í Rangárþingi eystra er tekin til umræðu í sveitarstjórn með þeim breytingum sem ræddar voru á fundinum. Lögð fram til umræðu og samþykkt umhverfisverðlaun Rangárþings eystra. Eru einhverjir sem vilja tjá sig hér? Þetta svo sem bara engar stórar breytingar þarna, heldur þetta svona verið að slípa til orðalag og annað, en þetta var rætt í nefndinni og já. Þannig að ef það er enginn sem vill tjá sig hér, þá ber ég upp eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkt umhverfisverðlaun í Rangárþingi eystra. Þeir sem samþykkja bókunina réttið upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 18. lið á dagskrá. Það er samþykkt fiðurfé í Rangárþingi eystra utan skipulagðrar landbúnaðarsvæða. Og þetta er til fyrri umræðu, ef ég skil þetta rétt. Skipulags- og byggingafulltrúi í samstarfi við skipulags- og umhverfisnefnd hefur unnið að samþykkt fiðurfé í Rangárþingi eystra. Á 5. fundi skipulags- og umhverfisnefndar samþykkti nefndin að samþykkt fiðurfé í Rangárþingi eystra væri tekin til umræðu í sveitarstjórn. Lögð fram til fyrri umræðu samþykkt fiðurfé í Rangárþingi eystra utan skipulags landbúnaðarsvæða í Rangárþingi eystra. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi fiðurféð? Svo er ekki, þá ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir í fyrri umræðu fiðurfé í Rangárþingi eystra utan skipulags landbúnaðarsvæða. Margar hendur á loft. Anton K. Lilja, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Ég vil bara fagna því að þessi samþykkt komin rétt á leið fyrir sveitarstjórn svona til umfjöllunar og afgreiðslu til fyrirumræðu og þar sem liggur nú fyrir bókunin þarna að leggja til við bætum við bókunina að samþykktinni verði vísað til síðari umræðu. Takk. Takk fyrir þetta, Lilja. Góð ábending. Og þá ætla ég að lesa aftur upp bókunina.
Sveitarstjórn samþykkir í fyrri umræðu samþykktum fyrir Rangárþingi eystra utan skipulagðra landbúnaðarsvæða og vísar samþykktinni til síðari umræðu. Þeir sem að samþykkja þetta réttu bönd og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 19. dagskrárlið á þessum fundi. Það hjólreiðastígur milli Hellu og Hvolsvallar, samlegðar áhrif við lagningu jarðstrengs Landsnets milli Hellu og Rimakots. Unnið hefur verið að því að kanna möguleika á gerð hjóla- og göngustígs samhliða lagningu Rimakotslínu 2 meðfram þjóðvegi 1 milli Hellu og Hvolsvallar. Einhver sem vill tjá sig hér, Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir Oddviti. Hér eru metnaðarfullt verkefni að ræða og gaman að fá kynningu á því og fróðlegt að skoða kostnaðartölurnar sem eru að baki. Þetta er mér verkefni sem er mér hugleikið vegna öryggis og það er nú bara úr störfum mínum á öðrum vettvangi. En mér langar að spurja Oddvita hver samlegðaráhrifin hafa verið við lagningu með Landsneti á þessum jarðstreng. Er ávinningur af því að fara þessa leið samhliða verkefninu? Nú eru gríðarlegar fjárhæðir að ræða og við í stórum fjárfestingum sem að hafa tekið sinn toll. Þannig að ég velti fyrir mér, Oddviti, hvort það er verulega þarna ávinning að ræða að fara í þessa framkvæmd samhliða Landsneti eða hvort að það kemur til greina að fresta þessu og hvað slíkt myndi hafa í för með sér. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Ég ætla kannski aðeins bara eins og svo sem kemur fram í gögnunum að þá er náttúrulega ávinningurinn sá að það er búið að vinna ákveðna undirvinnu við gerð stígsins og auðvitað er þetta miklir fjármunir og annað og en svo sem ekki búið að ákveða neitt endanlega framkvæmdir eða setja inn í kostnaðaráætlun eða slíkt, en þetta er svo sem held ég framkvæmd sem að auðvitað eins og þú komst inn á mikils virði út frá öryggissjónarmiði og sjálfsagt eitthvað sem að mun nýtast þegar framlíða stundir. Varðandi framkvæmd þá mætti nú hugsa sér að þetta gæti svo sem framkvæmst á löngum tíma, svona eftir því sem að, hvernig árar, ef við getum sagt sem svo. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Oddviti. Ég ætla kannski bara aðeins að bæta Tómas fór nú svo sem yfir þetta. En ég hugsa svo sem, samlegðar áhrifin, eða allavega þegar við lögðum að staði þetta verkefni fyrir nokkuð síðan, þá bjóst ég við að samlegðar áhrifin væru meiri, eða sem sagt við gætum nýtt meira af framkvæmdum Landsnets, en þó eins og Oddviti fór yfir að við getum nýtt ákveðin, þeir leggja þarna slóða meðfram þannig að það komi svona ákveðin grunnur á ofanýburð og þess háttar. En eins og ég segi, ég taldi þau vera meiri. En svo eru náttúrulega samlegðaráhrifin líka þau að eins og verkefnið var lagt upp að þá komum við til með að semja við landeigendur sem eiga það land sem fer undir stíginn og í raun undir lagnarstaði Landsnets og við þurfum þá að kaupa það land líka og þær viðræður svo sem hafa verið í gangi bara á undanförnu ári eða 1,5 ári og svo komum við þá til með í raun að leigja Landsneti land undir strenginn þannig að við fáum hlutaði tilbaka. Það er ekki komin neitt kostnaður á þessi landakaup eða slíkt, en ég tek líka undir það mér finnst þetta mjög spennandi verkefni og okkar hluti er náttúrulega kannski tiltölulega lítill með að við að ná tengingunni með að við Rangárþing ytra og styrkur vegagerðarinnar góður, hann er upp á 50%.
Og ég sé einmitt líka fyrir mér sko, ef við höldum áfram með þetta verkefni, þetta er ekki verið að leggja neitt til samþykktar hér eða engar skuldbindingar, við áætluðum fyrir þessu einhvern hluta á þessu ári, þannig sem við erum ekki búin að nota. Ég man nú ekki nákvæmlega hérna hvað það eru upphæð, en það eru einhverjar milljónir sem við sem sagt eigum á þessu ári. Þannig að ég myndi gjarnan vilja halda verkefninu áfram af því að svo getur þetta í rauninni verið langtíma verkefni. Þegar við erum búin að tryggja landið, strengurinn kemur, í rauninni grunnurinn á stígnum, við getum byrjað að pikka út og eins og kostnaðaráætlun, þá er náttúrulega stærsti liðurinn er í styrktarlagi og svo í malbiki og þetta eru liðir í rauninni sem við getum gert á nokkrum árum. En að því sögðu einmitt bara, það væri frábært að geta unnið þetta verkefni áfram og í rauninni áður en kemur til einhverjar ákvarðanatöku hvort sem það er landakaup eða annað, sjálfsögðu verður það borið undir sveitarstjórn. Takk. Takk fyrir þetta, Anton Kári. Lilja, gjörðu svo vel. Fyrir oddviti, já, ég bara tek undir með þeim sem hafa talað hér á undan mér. Mér finnst það mjög þarft verkefni og það var mikill áhugi fyrir því og hafði komið áskorunum til sveitarfélagsins að leggja í þessa vinnu. Ég tek undir það, mér finnst kannski samlegðaráhrifin minni en við áttum von á, en ég held samt að við ættum að halda þessu verkefni til streitu. Nú er tækifærið, þetta samtalið hefur átt sér stað, það er búið að kostnaðargreina þetta, það má gera þetta í áföngum og við megum ekki gleyma því að við erum að fjalla um uppbyggingu íþróttasvæða og það eru fjölmargir sem stunda göngur og hjólreiðar og þetta er hluti af því menningarsamfélagi. Þannig að ég held við ættum að halda áfram með þetta verkefni og nýta okkur að nú liggur fyrir greinilega styrkur ef við sýnist að sé búið að sækjum hann samkvæmt þessu. Þið leiðréttið mig að það er ekki. Og mér langaði líka að spyrja, hafa náðst samningar við landeigendur hjá okkur út af Rangá og það var talað um það við undirbúninginn að við fengjum landbætur fyrir þetta verkefni, þar að segja bara að það yrði keypt af okkur á einhverju hlutaverði. Hefur það breyst? Er þetta bara leiga? Bara, mér langar að fá það á hreint. Takk, en ég legg áherslu á mér finnst verkefni þarft. Takk fyrir þetta, Lilja. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti. Það hefur ekki verið, það er ekki komið á neitt samkomulag við landeigendur en það er búið að ræða við alla landeigendur, hlutaðeigandi landeigendur sem þetta í rauninni verkefni tekur til og en þá eftir í rauninni að semja og ákveða þá einhverjar upphæðir. Þannig að ég ætla svo sem ekkert að skjóta á neinar upphæðir. Ég hef sjálfur ekki verið í þessari vinnu, þetta hefur verið á borði skipulags- og byggingafulltrúa. Varðandi svo aðkomu Landsnets, hvort að það verði leiga eða kaup, það er engin ákvörðun sem liggur fyrir. Þetta er í rauninni óformað við Landsnet. Þannig að það þyrfti einmitt líka að skoðast hvort að þetta verður einhver landleiga eða hvort þau kaupa undan fyrir strengi. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi hjólreiðastíginn? Ef svo er ekki, þá ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Lagt fram til kynningar fyrirhugaður kostnaður við gerð hjólreiðastígs á milli Hellu og Hvolsvallar. Sveitarstjórn felur skipulagsfulltrúa að vinna að málinu áfram. Þeir sem samþykkja þetta réttið upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Já. Þá erum við komin að lið númer 20 og þar er ósk framlengingu á lóðaleigusamningi Hamragarðaheiði. Einar Þór Árnason, Lilja. Gjörðu svo vel. Ég vil bara vekja máls á vanhæfi mín í þessu máli áður en málið hefst og alla víkjafundi, takk. Bið ég ritara fundarins að skrá það.
Já, það sem sagt ósk framlengingu á lóðaleigusamningi Hamragarðaheiði. Einar Þór Árnason óskar eftir endurnýjun lóðaleigusamnings á Hamragarðaheiði í Hamragarðaheiði en lóðin hefur verið í leigu frá 1993. Einhverjir sem vilja taka til máls hér? Anton Kári, gjörðu svo vel. Bara rétt til að fara yfir umrædd lóð á svæði Hamragarðaheiði þar sem var deiliskipulag í gildi og fellt úr gildi 2006 og mér skilst í rauninni eina skipulag í Íslandi sem hefur verið fellt úr gildi án þess að annað taki við. En ég bara legg til við fengum sambærilegt mál, það þarna 2 hús, við fengum sambærilegt mál í vor þar sem við ákváðum í rauninni að framlengja 25 ár á meðan við værum ekki og við höfum svo sem engin önnur áform þetta svæði. Þetta er lágreist byggð og er í rauninni bara á ágætum stað. Þannig að ég bara legg til að við þessi aðili fái í rauninni sama samning og við samþykktum í vor fyrir hinn aðilann sem á svæðinu, sem þá endurnýjun og lóðalegur samningi til 25 ára. Fleiri sem vilja taka hér til máls? Sveitarstjórn, þá byrjum upp eftirfarandi bókun samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir að framlengja leigusamningi til 25 ára. Þeir sem samþykkja þetta réttið hönd. Það samþykkt með 6 atkvæðum samhljóða. Ég að biðja að Lilja verði kölluð aftur á fundinn. Ég legg til að það verði gert stutt fundarhlé.
Já, þá komum við hér aftur eftir örstutt fundarhlé og við erum komin í mál númer 21 á dagskrá fundarins. Það heilsueflandi samfélag, skipan stýrihóps 2022. Þann 25. júní 2020 var undirritaður samstarfssamningur Rangárþings eystra og embætti landlæknis heilsueflandi samfélag og hefur verið starfandi stýrihópur á vegum sveitarfélagsins frá 2020. Lögð fram tillaga að nýjum stýrihóp heilsueflandi samfélags Rangárþings eystra. Einhverjir hér sem vilja? Bjarki, gjörðu svo vel. Já, takk oddviti. Nú kemur fram í gögnum málsins, þá er þarna búið að Takk. Já, það kemur fram í gögnum málsins að það er búið að gera tillögu að þarna fulltrúum í nefndina. Ég kem bara með smá athugasemd að ég hefði gjarnan viljað að minnihlutinn ætti þarna fulltrúa í stýrihópnum og óska eftir því að því verði bætt við að minnihlutinn fái fulltrúa í þessum stýrihóp. Takk. Takk fyrir Bjarki. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk oddviti. Þessi tillaga stýrihóp ég var svo sem ekki búinn að gera mér grein fyrir því að þetta væri pólitískur stýrihópur. Þetta kemur eftir tillögu frá í rauninni formanni hópsins og eftir tilnefningum frá leikskóla og skóla. En bara alveg sjálfsagt að ég þá bara leggi til að við bætum einum aðila í hópinn. Þannig að já, takk. Takk fyrir Anton Kári. Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti. Ég var að sjálfsögðu ekki að meina að þetta væri pólitískur stýrihópur eða pólitískt skipaður eða á nokkurn hátt. Ég var einungis að óska eftir því að við í minnihlutanum fengjum aðkomu að þessu máli og við höfum sýnt mikinn áhuga á þessum málaflokki og höfum áhuga á að koma að þessu. Og það er mín beiðni og ég gerir mig fulla grein fyrir því að hópurinn er ekki pólitískur, heldur að bara fulltrúar úr framboði minnihlutans sé boðið að vera með. Takk. Takk fyrir þetta Bjarki og ég held að við berum þá upp tillögu er búið að bæta eða viljum við bæta inn í þá, erum við búin að því? Nei, þá í rauninni bara óska ég eftir tillögu frá fulltrúum B-lista. Lilja, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Það var þannig í okkar ranni að Bjarki Oddsson hafði lýst yfir áhuga sínum að vera í þessum hóp, þannig að ég bara vil tilnefna hann fyrir okkar hönd í hópinn. Takk. Takk fyrir Lilja. Já, þá erum við komin með tilnefningu. Að gefa ritaranum smá svigrúm hérna til þess að færa þetta til bókar. Spurning hvort að ég noti ekki tækifærið hérna og já, hún kannski stækkar þetta aðeins fyrir mig, Margrét. Svo það er nú ekki mjög rangt með. Þá legg ég til eftirfarandi bókun málið til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir eftirfarandi skipan í stýrihóp heilsueflandi samfélags. Tinna Erlingsdóttir, fulltrúi Hvolsskóla, Valborg Jónsdóttir, fulltrúi leikskólans Örn,
Guðrún Björk Benediktsdóttir, fulltrúi skipulagsfulltrúa. Guðrún Björk, nú er ég komin hérna fann að endurtaka mig. Ég ætla að fá að halda áfram samt Anton Kári Halldórsson, fulltrúi sveitarstjórnar, Sandra Líf Úlfarsdóttir, fulltrúi í HÍ-nefndar sem er þá heilsu, íþrótta og æskulýðsnefnd, Árný Lára Karvelsdóttir, markaðs- og kynningarfulltrúi, Ólafía Þórðardóttir, fulltrúi ungmennaráðs, Svavar Hauksson, fulltrúi eldri borgara og Ólafur Örn Oddsson, íþrótta- og æskulýðsfulltrúi og Bjarki Oddsson, sveitarstjórnarfulltrúi. Eða fulltrúi minnihluta, já. Gæti líka bara að ég kenna þeim bara sem sveitarstjóri og svo bara fulltrúi sveitarstjórnar. Já, fulltrúi sveitarstjórnar. Það hljómar vel. Þá ber ég þessa tillögu upp til samþykktar. Þeir sem hana samþykkja réttu upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Og þá förum við að halda í næsta lið. Þá er það liður 22, barnvænt samfélag, skipun stýrihóps 2022. Á 263. fundi sveitarstjórnar var samþykkt að taka þátt í verkefni UNICEF barnvænt samfélag. Lögð fram tillaga að nýjum stýrihópi barnvænts samfélags Rangárþings eystra. Og ef að ritari myndi stækka þetta aðeins fyrir mig, takk fyrir Margrét. Og eftirfarandi tillaga hljómar þannig, það er Gyða Björgvinsdóttir, formaður og verkefnisstjóri, Guri Hildstad Ólason, fulltrúi Hvolsskóla og Laufey Hanna Tómasdóttir, forstöðumaður félagsmiðstöðvar, Ólafur Örn Oddsson, íþrótta- og æskulýðsfulltrúi, Sigríður Viðarsdóttir, fulltrúi sveitarstjórnar, formaður fjölskyldunefndar, Valborg Jónsdóttir, fulltrúi leikskólans Arkar, Þóra Björg Ragnarsdóttir, fulltrúi framkvæmdasviðs og Ólafía Þórðardóttir, fulltrúi ungmennaráðs. Ber ég þessa tillögu upp til samþykktar, þeir sem hann samþykkja réttu upp hönd. Er þetta máls? Já, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti. Það er bara sama í rauninni og í seinasta lið. Þarna óskar minnihlutinn líka eftir því að fá fulltrúa inn í stýrihópinn. Og gerum það til okkar að Lilja Einarsdóttir verði fulltrúi sveitarstjórnar inn í stýrihópinn. Takk fyrir. Takk fyrir það, Bjarki. Við bætum því þá bara við tillöguna. Þegar ég fari yfir hann aftur eða þá kemur Lilja Einarsdóttir inn sem fulltrúi sveitarstjórnar. Þá ber ég þessa tillögu upp til samþykktar, þeir sem hana samþykkja.
Hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 23. lið á dagskrá fundarins. Það skýrsla íþróttasvæði. Á fundi heilsu íþrótta- og æskulýðsnefndar HÍ þann 22. júní 2022 var lagt til að myndaður yrði lítill starfshópur þar sem unnið yrði greining á innviðum og þörfum íþróttahreyfingarinnar í sveitarfélaginu og út frá þeirri greiningu yrði unnið að tillögu að uppbyggingu íþróttasvæðisins. Á fundi byggðarráðs þann 7. júlí 2022 var lagt til að stýrihópurinn yrði HÍ-nefndin og hópurinn með hópnum starfaði yfirmaður framkvæmda og eignasviðs, íþrótta- og æskulýðsfulltrúi og skipulags- og byggingarfulltrúi eftir atvikum hverju sinni að óskum starfshópsins. Byggðarráð samþykkti að starfshópurinn tæki strax til starfa og myndi skila tillögu til byggðarráðs eigi síðar en 1. október. Heilsu íþrótta- og æskulýðsnefnd samþykkti skýrsluna á 51. fundi nefndarinnar og kemur hún til umræðu í sveitarstjórn. Og ég ætla nú kannski bara aðeins að byrja að lýsa ánægju minni með þessa skýrslu og þakka nefndinni fyrir vel unnin störf, þar sem var unnið rösklega og tekin saman góð skýrsla stöðuna og framtíðarsýn íþróttahreyfingarinnar. Og ég held að þetta muni klárlega nýtast okkur og sveitarfélaginu í áframhaldandi vinnu og stefnumótun hvað þetta varðar. Og jafnvel þá að líka huga að öðrum hópum eins og ungmennaráði að fá umsögn eða tillögur frá þeim líka. Þannig að já, þetta bara góð skýrsla og áhugavert. Aðrir sem vilja taka til máls varðandi þennan lið. Bjarki, gjörðu svo vel. Já, takk Oddviti. Ég vil bara taka undir með Tómasi að þetta var þörf vinna og var virkilega áhugaverð. Ég kom nú að henni að hluta til og við höfum núna plagg þar sem að vilji íþróttafélagana og annarra hagsmunaaðila að íþróttum búin að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og nú það okkar að rýna skýrsluna og ég hvet íbúa líka til þess að kynna sér innihald skýrslunnar en það okkar núna að taka ákvarðanir og fara að móta stefnu út frá skýrslunni. Takk. Takk fyrir Bjarki. Lilja, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir Oddviti. Ég vil bara þakka heilsu íþrótta- og æskulýðsnefnd fyrir þessa góðu skýrslu. Þetta fín samantekt og þau hafa lagt mikil metnað í þetta, haldið marga fundi. Og þetta skiptir okkur verulegu máli að fá svona í hendurnar þegar við tökum ákvarðanir. Og ég bara bind vonir við að við tökum þetta til rýni og skoðum hvort hægt að hefja slíka framkvæmdir með að við í rauninni tekjur sveitarfélagsins og annað slíkt. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls hér? Ef svo ekki, þá ætla ég að lesa upp bókun. Varðandi þetta, sveitarstjórn þakkar nefndinni fyrir góða skýrslu sem mun nýtast þegar horft til áframhaldandi uppbyggingar og stefnumótunar og innviðum fyrir íþrótta- og æskulýðsstarfi Rangárþingi eystra. Og þetta svo sem bara í samræmi við það sem að rætt var hér af fundamönnum og ég bara tek áfram undir það að þetta eitthvað sem við verðum að halda áfram með og nýta okkur í framtíðarplönum og stefnumótun. Já, þannig að þetta í rauninni bara lagt fram
til kynningar. Ekki þessu bóku? Jú, ég ber upp bókunina hérna til samþykktar, já, að sjálfsögðu. Þeir sem hann samþykkja, það er samþykkt með öllum atkvæðum. Það er gott að hafa mér reyndara fólk hér fyrir framan mig til að toga mig inn á brautina. Takk fyrir það. Þá erum við komin í 24. lið og það er sundkort fyrir eldri borgara. Heilsu-, íþrótta- og æskulýðsnefnd leggur til við sveitarstjórn í fundargerð 51. fundar nefndarinnar að aðgangur fyrir eldri borgara og öryrkja að sundlauginni verði gjaldfrjáls óháð búsetu. Ég kannski fæ að byrja hér að minnst þetta svo sem góðar hugmyndir en kannski er þetta eitthvað sem við þurfum bara aðeins að rýna og skoða betur varðandi kostnað og eins útfærslu á einhverju slíku. Já, það er svona mitt mat allavega á því. Eru fleiri sem að vilja tjá sig hér? Rafn, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta Oddviti. Ég var nú að, ég velti bara fyrir mér af hverju er þetta frumkvæði nefndarinnar bara ok, þá er það komið að hreint. Ég velti fyrir mér hvort er ekki bara rétt að vísa þessu í vinnu við fjárhagsáætlun. Við erum í vinnu við fjárhagsáætlun og þurfum að rýna gjaldskrárnar okkar og mér finnst þetta eiga bara vel heima í þeirri vinnu. Takk. Takk fyrir það, Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Oddviti. Ég tek undir með Rafni, það er fínt að vísa þessu inn í fjárhagsáætlun og vinna og greina þetta aðeins betur hvað við erum að ræða. Og það hafa mörg sveitarfélög verið að taka ákvarðanir í þessum málum. Sum hver í rauninni hafa bara verið að bjóða upp á fyrir sína íbúa. Og eins og þau kannski séu í fjölmiðlum þá einhver sveitarfélög í rauninni verið kærð út frá því að þetta sé þá ekki, það sé verið að brjóta á jafnrétti, en það er svo sem engin niðurstaða komin í því. En ég held við ættum einmitt bara aðeins að skoða þetta betur. Það liggur lítið af gögnum fyrir í rauninni hvaða áhrif þetta hefur eða hvað, þannig að ég bara er sáttur við það að vísa þessu áfram og vinna áfram inn í fjárhagsáætlunina. Takk. Takk fyrir þetta, Anton Kári. Lilja, gjörðu svo vel. Takk fyrir Oddviti. Já, og bara samhliða því að vísa þessu til fjárhagsáætlunargerðar þá myndi ég nú leggja til að yrði kallað eftir gögnum frá íþróttamiðstöð hlutdeild aðgangseyris þessa aldurshóps og öryrkja til þess að við getum áttað okkur á umfangi málsins. Takk. Takk fyrir. Þá held ég bara, eru fleiri sem vilja taka til máls hér? Ef svo er ekki, að þá skulum við kíkja hér á bókun. Það er spurning hvort að við viljum bæta einhverju við þarna. Þetta er allt að fæðast hérna bara í beinni útsendingu.
Já, þá er hér komin bókun sem ég legg fram til samþykktar. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra ásamt íþrótta- og æskulýðsfulltrúa að vinna að nánari útfærslu tillögunnar, greina hlutdeild þess hóps í aðgangseyri, í framhaldi leggja fram tillögu í vinnu við fjárhagsáætlun. Ber ég þetta upp til samþykktar, þeir sem þetta samþykkja réttu upp hönd og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í lið númer 25. Þar er beiðni styrk til æskulýðsnefndar kirkna í Rangárvallasýslu 2022. Lagt fram erindi æskulýðsnefndar kirkna í Rangárvallasýslu þar sem óskað er eftir styrk fyrir mótshald með væntanlegum fermingarbörnum í sýslunni sem haldið verður í Vatnaskógi. Einhver sem vill tjá sig hér? Þetta er að mér skilst eitthvað sem hefur komið bara árlega inn til sveitarstjórnar og ef enginn vill taka til máls og þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn Rangárþings Sveitarstjórn Rangárþings eystra samþykkir samhljóða styrk að upphæð 165.000 til stuðnings æskulýðsnefndar kirkna í Rangárþingi. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd til að hann er samþykkt samhljóða. Næsta mál. Árný hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel, Árný. Já, ég ætla bara að vekja máls á varhafi mínu þar sem ég sitt í stjórn Hestamannafélagsins Geysis og víkja að fundi. Já, Árný Hrund víkur að fundi undir þessum lið. Það er 27. liður, Hestamannafélagi Geysir, umsókn styrk til uppsetningar og viðhalds á Áningarhólfum. Lagt fram erindi Hestamannafélagsins Geysis þar sem óskað er eftir styrk árlega næstu 5 árin til uppbyggingar og viðhalds Áningarhólfa fyrir hestahópa á félagssvæði Geysis. Já, ég svo sem fór yfir þessa tillögu eða þessi fylgiskjöl og mér finnst já, bara svona þarna vera of miklar fjárhæðir og kannski ekki alveg ljóst hver þörfin er heldur við viðhald og uppbyggingu á þessu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti. Hér eru mál að ræða sem er í rauninni þarft mál fyrir marga sem að stunda hestamennsku, þá helst til tómstunda. Ég get tekið undir að ákveðnu leyti með Tómasi, þarna eru töluverðar fjárhæðir að ræða og ég held að það væri heillavænlegt að við myndum fela sveitarstjóra að afla frekari gagna áður en við tökum ákvörðun eða afstöðu til styrkbeiðninnar. Til að við þarna höfum kannski ekki fulla forsendur til þess að taka afstöðu til hennar eins og hún liggur. Og ég sé ekki að það hasti nokkuð á að taka ákvörðun í þessu máli. Það mætti skoða í því samhengi hvaða fjárhæðir hafi verið veittar til félagsins á seinustu árum og þarna taka þetta svo til umræðu bara inn í fjárhagsáætlunargerð því að þarna eru upphæðir að ræða sem ég held að ætti að vera til grundvallar í þeirri vinnu. Takk fyrir. Takk fyrir Bjarki. Anton Kári, gjörðu svo vel.
Takk fyrir það, Áttundi. Ég held einmitt að kannski vantar aðeins kjöt og bein þarna fyrir okkur af því að þetta náttúrulega, við erum að hugsa okkar sveitarfélag og það búið að setja upp held ég 3, ef ekki 4 ráningarhólf hér inn á afréttum hjá okkur og í samtali við hestamenn voru þeir svona að velta fyrir sig hvort það kæmust fyrir fleiri eða hvort það voru stutt á milli hólfa. Þannig að ég held við ættum aðeins að hinkra með þetta af því að þetta eru líka, þarna umtalsverðar fjárhæðir sem að ræða og við höfum verið að styrkja náttúrulega Geysi vel eins og önnur íþróttafélög til æskulýðsstarfs, talsvert reiðagerð. Þessi hólf verður sett við höfum ekki komið að uppsetningu þeirra, þannig að það er spurningum líka okkar hlutverk gagnvart þeim. En já, ég er alveg sáttur við að taka ekki ákvörðun strax heldur að afla frekari gagna. Takk fyrir þetta, Anton Kári. Ég tek bara undir með Bjarka og Antoni Kára. Það er ágætt að rýna þetta mál betur. Fleiri sem vilja tjá sig hér. Þá ber ég upp eftirfarandi bókun: sveitarstjórn frestar afgreiðslu málsins og felur sveitarstjóra að afla frekari gagna í málinu. Þeir sem það samþykkja réttið upp hönd. Það er samþykkt samhljóða 6 með 6 atkvæðum. Það er Þá kemur aftur inn á fundinn Árný Hrund og við erum komin í lið 27. Það er viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2022 á 218. fundi byggðarráðs Rangárþings eystra var viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2022 tekinn til samþykktar og leggur fyrir gefiði byggðarráð til við sveitarstjórn að hann verði samþykktur. Einhverjir sem vilja tjá sig undir þessum lið? En svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar: sveitarstjórn samþykkir viðauka 1 til fjárhagsáætlunar 2022. Þeir sem samþykkja réttið upp hönd og það er samþykkt samhljóða. Og þá erum við í lið 28, það er jafnréttisáætlun, endurskoðun 2022 til 2026. Á 219. fundi byggðarráðs Rangárþings eystra var endurskoðuð jafnréttisáætlun, samþykkt samhljóða og leggur byggðarráð til við sveitarstjórn og hún verði samþykkt. Einhverjir sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi samþykkt bókun upp til samþykktar: sveitarstjórn samþykkir jafnréttisáætlun Rangárþings eystra 2022 til 2026. Þeir sem samþykkja réttið upp hönd og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í mál númer 29. Það er skólaþjónustan, staða náms- og starfsráðgjafa. Á öðrum fundi fjölskyldunefndar var tekið fyrir erindi skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu stöðu náms- og starfsráðgjafa. Mat nefndarinnar að heillavænlega sé að hafa starfandi náms- og starfsráðgjafa í Hvolsskóla. Óskað eftir að heyra álit annarra skóla í byggðarlaginu og velta boltanum yfir til sveitarstjórnar til nánari afgreiðslu. Einhver sem vill tjá sig undir þessum lið? Lilja, gjörðu svo vel. Takk fyrir, Oddviti. Ég velti fyrir mér bara af hverju það verið að velta þessari ákvörðun yfir til sveitarstjórnar. Ég þykir mjög gott hjá nefndinni að fá að heyra álit annarra og slíkt, en mér finnst fyrst og fremst þarna okkar fagmaður, skólastjóri grunnskólans eiga að kannski að segja til hvað best sé í þessum málum.
og bara kalla eftir svörum frá viðkomandi aðila og á svo tillögur kannski framhald af því. Takk. Takk fyrir Lilja. Sigríður Karólína, gjörðu svo vel. Já, oddviti og aðrir sveitamenn. Fyrir það fyrsta þá var bréfið stílað á sveitarstjóra frá skólaþjónustunni og vísaði því á fjölskyldunefnd og ég átti fund með skólastjóra Hvolsskóla varðandi bréfsins sem var lagt fyrir á fundi fjölskyldunefndar 28. september síðastliðinn og skólastjóri sagði á okkar fundi að hún væri búin að ræða við skólastjórnendur skólana í byggðasamlaginu varðandi mál bréfsins sem vel og þau hafi átt samtal sem væntanlega við munum þá heyra af. Eru fleiri sem vilja taka hér til máls? Ef það ekki þá langum til að bera eftirfarandi bókun. Til samþykktar skólastjórar eru nú þegar að vinna að sameiginlegri lausn. Sveitarstjórn telur skólastjóra best til þess fallin að koma áliti sínu á erindinu á framfæri. Þeir sem að samþykkja eftirfarandi bókun vinsælast rétt hönd. Það samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin í lið númer 30. Það erindisbréf nefnda 2022 og í kjölfarið á endurskipulagningu stjórnsýslu sveitarfélagsins og nýrri nefndaskipan hefur verið unnið að nýjum erindisbréfum fyrir nefndir sveitarfélagsins. Lögð fram til umræðu erindisbréf skipulags- og umhverfisnefndar, markaðs- og menningarnefndar, heilsu-, íþrótta- og æskulýðsnefndar, fjölskyldunefndar og ungmennaráðs. Og kannski Anton Kári, ef að þú myndir aðeins fylgja þessu eftir. Takk fyrir það, oddviti. Loksins eru þau komin tilbúin í drögum erindisbréfin fyrir nefndirnar. Og eins og við þekkjum voru náttúrulega heljarinnar breytingar á okkar stjórnskipulagi öllu saman, þannig að það er mjög fínt að vera komin inn þetta svona. Til að byrja að biðjast velvirðingar á einu, ég sá bara áðan rétt fyrir fund að ég hefði sett 2 erindisbréf gamlar útgáfur, en ég bætti inn bara 9, þannig að það er ekki mikla breytingar á þessu. Og mér langaði kannski að biðja fundinn í rauninni hvort að ef að fólk er með miklar athugasemdir við erindisbréfin og telur þau þurfa miklar breytingar, þá getum við alveg frestað afgreiðslu þeirra til næsta fundar ef að fólk vill rýna það eitthvað betur. En annars ef það er ekki stórvægilegar athugasemdir, auðvitað eru þessi erindisbréf bara unnin af okkar ráðgjöfum upp úr okkar samþykktum sem við höfum samþykkt. Þannig að já, bara öll umræða af henni góða og ef það eru miklar athugasemdir að koma þá með þær á framfæri. En ef ekki, þá myndi ég leggja til að við myndum samþykkja erindisbréfin. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Lilja, gjörðu svo vel. Oddviti, góðir fundarmenn. Ég fagna því að nú 5 mánuðum eftir að ný sveitarstjórn tók til starfa séu drög að erindisbréfum nýrra nefnda loksins til umfjöllunar í sveitarstjórn. Það er afar brýnt að erindisbréf liggi til grundvallar starfa nefnda á vegum sveitarfélagsins svo umboð nefndarmanna, hlutverk, réttindi og skyldur séu öllum ljósar.
Þann 7. júlí síðastliðinn gerðu fulltrúar B-lista athugasemd við það að umrædd drög að erindisbréfum hefði verið birt nefndarmönnum og fundum nefnda án þess að þau hefðu nokkurn tímann komið fyrir augu sveitarstjórnarmanna til kynningar, umfjöllunar né samþykktar. Mig langar því að koma með nokkrar athugasemdir við erindisbréf fjölskyldunefndar til að byrja með og ég tek það fram. Ég því miður ekki búin að sjá það að það hefur verið sett ný vegna þess að þegar ég var að lesa gögnin mín fyrir erindisbréfin sem ég beið með fram á, gat ekki undirbúin fyrir í gærkvöldi, þá voru ennþá drög með einhverjum athugasemdum inn á, þannig að þetta hefur væntanlega ekki breyst fyrir núna í morgun. Þannig að þá kannski eitthvað fallið út, ég veit ekki. Ég ætla samt að fá að gera grein fyrir þessu. Athugasemdir við erindisbréf fjölskyldunefndar, ég sko svo senda þetta skriflegt. Mér finnst þurfa að skýra betur hlutverk nefndarinnar. Þar eru lang fyrirferðarmest málefni leik-, grunn- og tónlistarskóla sem eru vissulega mikilvægir málaflokkar. Eins sé ég að í athugasemdir við erindisbréfið er bent á hvort að málefni samkvæmt lögum þjónustu fatlaðs fólks með langvarandi stuðningsþarfir eigi ekki heima hjá nefndinni sem og málefni aldraðra. Mér finnst full ástæða til þess að gefa þessu málaflokkum meira vægi í nefndinni, en að sama skapi þarf að gæta af því að stór hluti varða þessa málaflokka eru á herðum félagsmálastjóra í byggðarsamlagi félags- og skólaþjónustu Rangárvalla Vestur-Skaftafellssýslu BS. Ég legg því til að félagsmálastjóri verði fenginn til að rýna hlutverk nefndarinnar með þeim gleraugum og komið með ábendingar til sveitarstjórnar. Mikilvægt að það sé gott samstarf með þessi mál, en að sama skapi mikilvægt að ekki sé skörun á milli hlutverka fjölskyldunefndar annars vegar og félagsmálanefndar eða stjórnar félags- og skólaþjónustu hins vegar. Að sama skapi þarf að gæta að góðri samvinnu við forstöðumann skólaþjónustu sama byggðarsamlags. Einnig langar mig að minnast á að málefni erlendra íbúa, reyndar orðað innflytjenda, í öðru erindisbréfi, svo virðist sem þau séu sett undir markaðs- og menningarnefnd. Ég held að það sé jafnvel enn betra að málefni þeirra séu á herðum fjölskyldunefndar. Svo langar mig bara örstutt við markaðs- og menningarnefndina. Þá myndi ég vilja taka þar út málefni innflytjenda ef þeim ætlað að vera fjölskyldunefnd, en jafnframt sakna ég þess að sjá þar ekki sem eitt af hlutverkum nefndarinnar að auglýsa og úthluta úr menningarsjóði Rangárþings eystra. Það vantar í erindisbréfið. Svo held ég að sé vænlegra til árangurs að skýra eitthvað betur hvaða hlutverk nefndin hefur varðandi landbúnaðarmál. Ég held að sé svona bara til þess að árétta aðeins það mál. En ég skal senda þetta skriflegt af því að ég legg til að þetta fái aðeins nánari rýningu, allavega þessi bréf. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Lilja. Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir Oddviti. Ég renndi yfir erindisbréfin og segi sama og Lilja. Ég svo sem gerði það fyrir morguninn, þannig ég kem hér með athugasemdir með fyrirvara að það hafi ekki þegar verið settar inn. Það varðandi erindisbréf heilsu íþrótta- og æskulýðsnefndar. Þar talaði í 7. grein til hlutverkakafla nefndarinnar að nefndarmenn fylgist með leiksvæðum og leiktækjum sveitarfélagsins. Ég held og það allavega mín skoðun að við ættum að fella það út. Þeim sjálfsögðu ætti að vera frjálst að gera athugasemdir ef þeir hafa, en ég held að forstöðumenn þeirra stofnana þar sem að leiksvæðin eru eða eftir atvikum á opnum svæðum að það sé þá á herðum áhaldahús, þjónustumiðstöðvar eða annarra starfsmanna sveitarfélagsins að hafa eftirlit með þessum tækjum. Í erindisbréfi umhverfis- og skipulagsnefndar þar talað í hlutverkakaflanum að 4. töluliði talað að verkefni nefndarinnar sé undirbúningur og eftirlit með framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins. Ég held að það sé svolítið djúpt í áranna tekið og ég held að það sé eitthvað sem við verðum að endurskoða áður en við samþykkjum erindisbréfið. Því að það allavega finnst mér undarlegt að nefndin hafi eftirlitsskyldu á framkvæmdum sveitarfélagsins.
Og í 7. lið að sinna uppbyggingu ferðamannastaða. Ég held að það væri heppilegra að vera ráðgefandi, að koma þar inn að vera ráðgefandi sveitarstjórn uppbyggingu ferðamannastaða. Takk fyrir. Takk fyrir Bjarki. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk oddviti og takk Lilja og Bjarki fyrir fína punkta. Ég held að bara einmitt í ljósi þetta eru bara mjög góðir punktar og við þurfum bara að rýna þau betur og ef þið myndu senda þessu punkta þá legg ég í rauninni til að þetta sé bara lagt hér fram til kynningar. Við gerum leiðréttingar og leggjum svo til leggjum fyrir næsta fund sveitarstjórnar til samþykktar. Takk. Takk fyrir þetta Anton Kári. Ég tek bara undir með Anton Kára varðandi þetta. Og þá erum við hérna að leggja drög að bókun. Kynningar verða sem þetta leiðrétting til Erum við komin með tillögu að bókun hér til samþykktar. Lilja, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti, afsakið örstutt, ég bara gleymdi að minnast á það áðan en það er í öllum erindisbréfum talað að nefndirnar fundi samkvæmt fundadagatali sveitarstjórnar sem er samþykkt í sveitarstjórn og mig langar að árétta hvort að það gildi þá það sömu reglur eins og að ef það er felldir niður eða frestaðir fundum byggðarráðs eða sveitarstjórnar að það sé þá ákveðið á næsta fundi á undan. Ég gerir ráð fyrir því að svo er sagt að nefndirnar starfi samkvæmt öðrum lögum, lögum sem tekið fram í sveitarstjórnarlögum og samþykktum sveitarfélagsins. Bara við þurfum að hafa það á hreinu líka. Þetta er hvernig við tækjum það. Takk. Já. Takk fyrir Lilja. Þá leggjum við þessa bókun fram til samþykktar. Erindisbréf lögð fram til umræðu og kynningar. Sveitarstjórn leggur til að erindisbréfin verði löguð með tilliti til athugasemda sem fram komu á fundinum og lögð fram til staðfestingar á næsta fundi sveitarstjórn. Þeir sem samþykkja þessa tillögu réttu upp hönd. Má ég sjá sættir tímum? Þetta ekki fá sættir líka upp. Má ég bara koma inn á? Ok, þá þeir sem samþykkja tillöguna réttu upp hönd, það er samþykkt samhljóða. Ég ætla að óska að gert verði 4 mínútna hlé á fundinum. Takk.
Já, velkomin aftur hér eftir hlé. Næsta mál á dagskrá mál númer 31. Það er tillaga B-lista að leggja niður héraðsnefnd. Fulltrúar B-lista leggja til að héraðsnefnd Rangæinga verði lögð niður. Það er mat fulltrúa B-lista að ekki sé þörf á að starfrækja héraðsnefnd utan þau verkefni sem hún sinnir. Sveitarstjórnir aðildarfélaganna geti með mun hagkvæmari hætti sinnt þeim verkefnum sem héraðsnefnd hefur sinnt. Það er ljóst að samtal og samvinna þarf að eiga sér stað þegar slík nefnd er lögð niður. Við teljum að það sé vel þess virði að leggjast í skammtíma vinnu með hagkvæmni til langframa að leiðarljósi. Ég ætla að biðja hann Rafn að koma og fylgja þessu máli úr hlaði. Gjörðu svo vel, Rafn. Já, takk fyrir oddviti. Þú ert búin að lesa hvað tillagan snýst og hún segir nú kannski bara allt sem segja þarf. En okkur finnst þetta svona vera svolítið barnsins tíma þessi nefnd og í nútíma skipan sveitarfélaga og stjórnsýslu þá sé ekki þörf á þessu. Þetta er svona stór og svolítið þunglamaleg nefnd með lítil hlutverk. Til dæmis fóru þarna í gegn 15 milljónir á síðasta ári og af því fóru 3,2 í funda og bókhaldskostnað. Stærstu liðirnir sem að nefndir ráðstafar eru til héraðsbókasafn, félag eldri borgara og við teljum bara að það sé mikið nær að sveitarstjórnirnar hver og ein taki ákvarðanir ráðstöfum þeirra peninga sem ræðir. En að sjálfsögðu erum við ekki að leggja til að slíta á samstarfi þessa góðu nágranna okkar. Það erum við mjög áfram að sé og haldið áfram góðu samstarfi en við teljum bara ekki þörf á og það sé hægt að gera þetta með skilvirkari og betri hætti. Takk fyrir. Takk fyrir Rafn. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti. Ég tek bara undir með Rafni. Héraðsnefndin og hefur verið kannski bara í talsvert langan tíma svona bara orðin hálfpartinn óþörf. Eignasafnið hefur minnkað og umsýsla nefndarinnar hefur minnkað talsvert undanfarin ár og í rauninni stendur eftir þá í dag hvað varðandi eignir stendur eftir jörðin Ytri skógar. Þetta vissulega talsvert flækjustig að slíta svona nefnd og hún hefur náttúrulega ákveðið hlutverk en það hlutverk hægt að útvísa annað. Ég held að það væri bara mjög gáfulegt að skoða þessa leið og það er gott fordæmi, héraðsnefnd Vestur-Skaft, það er verið að slíta henni, það er að vísu búið að taka alveg upp undir 2 ár að gera það og kosta þó nokkrar milljónir og mikla vinnu og vinnunni ekki alveg lokið ennþá. Ég talaði síðustu sveitarstjóra Mýrdalshrepps í morgun en það á lokametrunum. Og þau í rauninni vilja meina að þau séu búin að finna út úr öllum leiðum hvað flækjustig varðar og annað slíkt og KPMG hefur aðstoðað þau í þessari vinnu við slitin. En þannig að ég algjörlega, ég myndi ekki kannski leggja það til hér og nú að ákveða að slíta nefndinni heldur í rauninni að fá upplýsingar hjá þeim sem að ganga í gegnum þetta og að gera þetta, hvernig hefur það gengið og hvað ber að varast og eins varðandi tímaramma og kostnað. Þannig að, já, takk. Eru fleiri sem að vilja tjá sig þetta? Ég ætla aðeins að leggja orðið í belg, ég vil bara tek undir þessa tillögu og það sem hér hefur verið sagt. Ég held að þetta sé svona eitt af því sem að væri gott að rýna og sjá hvort að sé ekki hægt að gera með skilvirkari hætti. Ef það ekki fleiri sem vilja taka til máls, þá ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar sveitarstjórn, félag sveitarstjóra að afla upplýsinga varðandi möguleika á niðurlagningu héraðsnefndar. Afsakið þarf ekki að bera tillögunum til samþykktar? Jú, til samþykktar. Fyrirgefðu. Ég bara alveg út og suður. Takk fyrir þetta, Lilja.
ég ber þessa tillögu upp til samþykktar, að sjálfsögðu. Það setið tillöguna þarna inn eða eitthvað, nei, hún er náttúrulega komin inn. Já, sveitarstjórn felur sveitarstjóra að afla upplýsinga varðandi möguleika á niðurlagningu héraðsnefndar. Ég ber þessa tillögu þá upp til samþykktar, þeir sem hana samþykkja réttið hönd. Nei, hvað er ég eitthvað að rugla núna hérna? Má ég það? Anton Kári, gjörðu svo vel. Það er alveg farið með þetta hérna. Sko, já, þetta er náttúrulega, þetta er tillaga fulltrúa biðlista, en ég var aðeins, sko, það kemur í rauninni ekki fram, er ekki rétt hjá mér, í texta í rauninni beint hvað skuli gera. Tillagan í rauninni hljóðar ekki upp á niðurlagningu héraðsnefndar. Er það mistúlkun hjá mér, eða í rauninni tillagan endar í rauninni á þann hátt að hún er... Þannig að Rafn, þú kannski klárar. Ég vil nú kannski fá bara tækifæri á undan að biðjast afsökunar á hérna klúðri mínu í fundarstjórn og bara enn og aftur þakka reyndara fólki fyrir að hérna leiða mig áfram í þessu. Rafn, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Við sko, fyrsta lína segir að við leggjum til að héraðsnefnd Rangárþinga verði lögð niður. En það svo sem er rétt að það kemur ekki fram í tillögunni nákvæmlega hvernig við að fara að því að það er alveg ljóst að það verður að sjálfsögðu að fara fram samtal og við þurfum að fara í samtal líka við hin sveitarfélögin. Þannig að við svo sem, og mér fannst ekki tímabært á þessum tímapunkti að leggja fram nákvæmlega hvernig við ætluðum að gera þetta. Það er bara vinna, ef við samþykkjum tillöguna, við viljum stefna að þessu, þá er það vinna sem við þurfum að fara í. Það þýðir að við þurfum að ræða þá við hin sveitarfélögin og afla upplýsinga hvernig svona fer fram. En sko, þetta hlýtur að vera hægt. Það er fullt af héraðsnefndum sem búið að leggja niður og með einföldu Googli þá fann ég aftur hvað til 1990 þegar einhver var lögð niður. Þannig að þetta er alveg þekkt í sögunni, við erum ekki að finna upp hjólið. En hérna, ég tel svo sem ég segi að fyrsta skref sé kannski að eiga samtalið innan nefndarinnar og svona hvernig hugur hinna sveitarfélagana er. Því vissulega eru þarna eins og Anton Kári bendir á, eru töluverðar eignir og ýmislegt sem þarf að ganga frá. Takk. Takk fyrir þetta, Rafn. Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti. Hér skín í gegn vilji og þarna allra sveitarstjórnarmanna til að skoða þennan kost og hér líka kristallast hversu gott samtalið er. Ég held að eftir að fara í gegnum þessu umræðu að það sé nokkuð ljóst að það megi breyta orðalagi þarna í tillögunni að við hefjum vinnu og breytum, og það má þá bara breyta orðalaginu í tillögunni að það verði hafin vinna við að kanna möguleika á niðurlagningu. Ég held að það sé bara í rauninni langt besta leiðin, því að þetta verður engin einhlið og eins og kemur fram í tillögunni og rökfærslunni með tillögunni að þá er þetta ekki einhliða og á ekki að vera einhliða, heldur að við höldum áfram góðu samstarfi og eigum samtal við þau sveitarfélög sem við höfum verið í samstarfi með í nefndinni. Takk. Takk, Bjarki. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti. Ég held að það sé akkurat máli. Ég held að sem öll hérna inni í rauninni sammála hvað við þurfum að gera og hvað við þurfum að skoða. En þess vegna finnst mér, þú veist, ég geti samt ekki samþykkt hér í rauninni bókun sem segir að við ætlum að leggja hann niður. Af því að við eigum í rauninni eftir að greina kost og galla og í hverju það felst. Þannig að já, ég held bara í grunninn séum við algjörlega sammála. Takk. Já, ég er sammála því. Ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að gera. Auðvitað er ákvörðunin okkar, en ég held að við þurfum að byrja á því að fara aðeins yfir málin og
tala við nágranna okkar og slíkt. Þannig að við gerum stutt fundarhlé á meðan að við mótum bókun varðandi þennan dagskrá. Já, þá hér komin breytingartillaga að dagskrárlið 31, rétt muna hjá mér. Rafn ætlar að lesa hana. Já, takk fyrir ótindi. Í ljósi umræðu ætla að leggja fram breytingartillögu sem hljóðar svo. Fulltrúar B-lista leggja til að hafin verði vinna við að kanna fýsileika þess að leggja héraðsnefnd Rangæinga niður.
Það mat fulltrúa B-lista að ekki sé þörf á að starfrækja héraðsnefnd Rangæinga utan þau verkefni sem hún sinnir. Sveitarstjórnir aðildarsveitarfélaganna geti með mun hagkvæmari hætti sinnt þeim verkefnum sem héraðsnefnd hefur sinnt. Það ljóst að samtal og samvinna þarf að eiga sér stað þegar slík nefnd lögð niður. Við teljum það vel þess virði að leggjast í skammtíma vinnu með hagkvæmni til langframa leiðarljósi. Takk. Takk fyrir þetta, Rafn. Við göngum þá til atkvæða breytingatillöguna. Þeir sem hana samþykkja réttu upp hönd. Hún samþykkt samhljóða. Já, þá í rauninni fellur upphaflega tillagan, það ekki bara sjálfkrafa út? Þá höldum við áfram með fundinn og við erum komin í lið númer 32. Það eru reglur styrki til nema í hjúkrunarfræði, ábendingum endurskoðun. Lilja, gjörðu svo vel. Já, ég vil bara fá að vekja máls á vanhæfi mínu í þessu máli sem starfandi hjúkrunarfræðingur á Kirkjuhvoli og mun víkja fundi. Já, Lilja víkur af fundi undir 32. lið, dagskrárlið og lagt fram bréf starfandi hjúkrunarforstjóra þar sem vakin athygli á því að reglur styrki til nema í hjúkrunarfræði hafi runnið út í júní síðastliðnum. Einhverjir sem vilja taka til máls hér? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk oddviti. Þetta er oft mál sem við erum að fjalla núna, sem hefur verið í vinnslu eða verið við lýði í einhver ár. Mér langaði að spyrja í rauninni oddviti hvernig hefur nýtingin á þessum styrkjum verið hingað til og áhugi fyrir því að halda áfram með og viljið til þess að hafa eða viðhafa slíkt verklag áfram, að við styrkjum nema í hjúkrunarfræði til náms. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Ég svo sem verð nú bara að viðurkenna það, ég þekki ekki nákvæmlega hver nýtingin á þessu hefur verið, en ég tel að þetta sé klárlega já, bara mjög jákvætt að þetta hafi verið viðhaft og held að við þurfum að huga að því að svo verði áfram. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti. Bara sammála, þetta er fyrirmyndaverkefni og hefur orðið þess valdandi að menntunarstigið okkar á Kirkjuhvoli er bara talsvert hátt. Ég veit tölun í dag, ég held að séu 3 sem eru með þennan samning við okkur í dag, sem er gott. Ég þekki ekki tölurnar aftur, en ég held að allan fyrir mína parta er mikill vilji að halda þessu áfram. En ég hef heldur ekki forsendur til þess að meta hvort við þurfum eitthvað að breyta í reglunum. Ég held við þurfum að vísa þessu í rauninni til hjúkrunarforstjóra, sá sem hefur þessar upplýsingar, senda okkur upplýsingar, óska eftir upplýsingum hvað það gengi vel, hvað það gengi illa, eitthvað sem þarf að breyta, kannski þarf enga að breyta og við getum bara samþykkt reglurnar áfram. Þannig að ég myndi leggja það til að við fáum þessar upplýsingar og fáum í rauninni mat Kirkjuhvols á því hvort þetta er að virka eða hvort við þurfum einhver að breyta. Já, takk.
Takk fyrir Anton Kári. Anton Kári hefur beðið aftur orðið. Takk fyrir það Árni, skammtíma minna aðeins að gefa sig, en ég legg líka það til að í rauninni við framlengjum gildistíma þessara reglna þangað til við erum komið með einhver gögn. Þannig að það er bara gildi að sjálfsögðu fyrir þá sem nú þegar að nýta þær eða koma fleiri í bráð. Þannig að þangað til að það er búið að vinna þessar endurskoðun og afla upplýsinga að það er gildi. Takk. Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Fyrir þetta, oddviti, ég er bara skín aftur í gegn og hér eru allir sammála. Ég held samt að það væri gott að bæta við að við tökum saman líka hvaða áhrif þetta hefur haft kostnaðarlega séð, þannig að við höfum það líka til grundvallar þegar við tökum þá endanlega ákvörðun ef það er meiningin að taka þetta í endurskoðun í einhverja rýni og tek undir það auðvitað eigum við að fá sjónarhorn hjúkrunarforstjóra við vinnuna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bjarki. Ég bara tek undir með þeim sem hafa lagt orðið í belg varðandi þennan dagskrárlið og í framhaldi að langa mig til þess að bera upp til samþykktar bókun varðandi þetta. Sveitarstjórn felur hjúkrunarforstjóra að leggja mat á reglurnar, greina kostnað við þær og koma með tillögur að breytingum ef þurfa þykir. Sveitarstjórn samþykkir að núverandi reglur gildi á meðan þær verði endurskoðaðar, eða núgildandi reglur verði endurskoðaðar. Já, þetta er bara fínt. Ég held ég hef gleymt þarna einu orði. Það breytir svolítið hérna. Ég get lesið þetta aftur ef þið viljið. Nei, allt í fína. Þá ber ég þessa bókun upp til samþykktar þeir sem hana samþykkja og hún er samþykkt með samhljóða með 6 atkvæðum. Þetta er komið þá spurning hvort að ég get bara hlaupið í að gera afgreiðið. Byrja. Já, þá ég er komin aftur inn á fundinn. Þá erum við komin að lið 33 og svo sem liðirnir, dagskrárliðirnir hér eftir, það eru staðfestingar á fundargerðum og líka mál lögð fram til kynningar. Við tökum þetta bara lið fyrir lið. Við byrjum á lið 33, það er fundargerð byggðarráðs og hún er á 218. fundi, lögð fram til umræðu og samþykktar sveitarstjórnar. Einhverjar athugasemdir hér eða einhver sem vill taka til máls. Svo er ekki, þá legg ég fundargerð til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem það samþykkja réttur hönd og það er samþykkt samhljóða. Það er renna hérna niður og þá er það dagskrárliður 34, það er byggðarráð, fundargerð 219. fundar, lögð fram til umræðu og samþykktar. Eitthvað hér? Ef svo er ekki að þá er fundargerðin lögð fram til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem það samþykkja réttið upp hönd. Það er samþykkt samhljóða.
Og þá 35. liður, það lögð fram til umræðu og samþykktar fundargerð 5. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Eitthvað þarna, en svo ekki, þá fundargerðin staðfest í heild sinni. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd, það samþykkt samhljóða. Og 36, dagskrárliður 36, það aftur skipulags- og umhverfisnefnd, lögð fram til umræðu og samþykktar fundargerð, 7. fundargerð fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Og ég legg fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd, það eru það ekki allir, jú, það samþykkt samhljóða. Þá komið að 37. lið, það fundargerð fjölskyldunefndar og það hafa borist sem sagt athugasemdir við fundargerðina, þannig að ég legg til að þessum lið verði frestað í arki gjörðusal. Já, takk oddviti. Geturðu farið yfir með okkur hvernig athugasemdir hafa komið við fundargerðina? Er rangt með farið í henni eða er það eitthvað sem hægt að fara yfir með okkur? Ég bara í sjálfu sér að eins og við höfum nú oft rætt með bara að reyna að vanda okkur í því sem við erum að gera og það sé rétt gert. Og í þessu tilfelli að þá má ætla að það leiki einhver vafi á því og því eðlilegt held ég bara að við frestum afgreiðslu á þessum lið og úr því verði bætt. Sem að vilja tjá sig, Anton Kári. Takk fyrir það, oddviti. Ég ætla svo sem ekki náið út í þetta, en þetta akkurat þetta. Það komu athugasemdir og það snúa, þetta náttúrulega breytt form hjá okkur núna að hluti aðila sem koma inn á fundinn, þeir eiga svo víkja undir öðrum liðum. Þannig að við þurfum bara að vanda okkur betur að dagskráin sé heildstæð. Það komu athugasemdir, aðili taldi í rauninni að fundargerð hefði verið breytt eftir að hann vék af fundi. Og þetta þurfum við náttúrulega bara að skoða og vanda vel til verka. Þannig að við þurfum svolítið bara að greina það og við viljum bara að hlutirnir séu í lagi og það séu allir sáttir og bara vanda okkur. Og þess vegna viljum við fá frestanir og skoða þetta ofan í kjölinn. Takk. Lilja, gjörðu svo vel. Takk alltaf. Kæru fundarmenn, já, bara má ég þá spyrja, búið að setja þá fundargerðina á dagskrá fyrir sveitarstjórn áður en allir fundarmenn hafa undirritað hana? Eða, ég spyr. Takk fyrir Lilja, Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Fundargerð sett á dagskrá þegar henni lokað í málakerfi sveitarfélagsins og vaninn auðvitað allra best að undirrita allar fundargerðir, en eins og í þessu tilfelli þetta líka aðeins, vesinn af því að hluti hópsins yfirgefur í rauninni fund án þess að klára og hvort það á ábyrgð þá viðkomandi nefndarmanna að koma og undirrita fundargerð eða hvort það skrifstofan sem sér að ýta á eftir því. Þetta í rauninni bara eitthvað sem við þurfum líka að læra og forma eða þá að fólk geti staðfest með rafrænum hætti. En eins og við vitum líka öll í sveitarstjórn það þekkist vel hjá okkur að allar fundargerðir ekki undirritaðar á staðnum, heldur þær stundum undirritaðar eftir á og stundum fundargerðir síðasta fundar og undanlagðar fyrir næsta fund. Þannig að, já, þetta þannig. Takk.
Já, takk fyrir þetta Anton Kári. Lilja, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Þetta væri reyndar bara mjög góð leið að setja fundargerðir ekki á dagskrá fyrr en allir eru búin að staðfesta að það lendi ekki í þessu. Og auk þess myndi ég halda að það væri nú ábyrgð formanns nefndarinnar að allir undirriti fundargerð. Það myndi ég ætla svona með stjórnskipulagið. Takk. Takk fyrir Lilja. Sigríður Karolína, gjörðu svo vel. Oddviti, þetta þá væntanlega skorast á mig en það ég er bara að læra og ég mun taka þetta til greina. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ég tek svo sem bara undir það, auðvitað þurfum við erum að læra og við þurfum að vanda okkur og það er bara gott að koma athugasemdir sem við getum unnið með og lagfært ef eitthvað fer úrskeiðis. Já, ef það er ekki fleiri sem að taka til máls varðandi þetta, þá hljómar bókunin svo. Samþykktartillaga er að fresta afgreiðslu fundargerðar. Þeir sem þar samþykkja rétti hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 38. lið og það er ungmennaráð, lögð fram til umræðu og samþykktar fundargerð 27. fundar ungmennaráðs. Einhverju sem vilja mæla undir þessum lið, ef svo er ekki þá ber ég að fundargerð verði staðfest í heild sinni þeir sem það samþykkja rétt upp hönd og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 39. lið, það er heilsu, íþrótta og æskulýðsnefnd 51. fundur, lögð fram til umræðu og samþykktar fundargerð 51. fundar heilsu, íþrótta og æskulýðsnefndar. Eitthvað þarna sem einhver vill tjá sig, ef svo er ekki þá legg ég fundargerðina til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem það samþykkja fyrirgefðu, viltu komið í ræðupúlt? Gjörðu svo vel, Lilja. Já, mér langar bara, takk fyrir það oddviti, mér langar bara að þakka nefndinni og þeim sem komu við skipulag heilsueflandi hausts. Þakka þeim fyrir metnaðarfulla dagskrá og hvetja íbúa okkar til þess að sækja þá viðbrigði sem í boði eru. Þetta hefur verið í gangi hjá okkur í áraraðir, ég man ekki einu sinni hvað mörg ár, þetta er búið svo lengi og það hefur þróast og yfir heilsueflandi vika, svo heilsueflandi mánuð og svo heilsueflandi haust. Og þetta er alltaf að verða betra og betra og að því komu þetta þeir sem að málinu starfa og ég vil þakka þeim þetta. Takk. Tek undir þetta, vona við náum ekki fyrirlestur í dag klukkan 5. Það er sannarlega margt áhugavert þarna sem er vert að mæta á og kynna sig. Já, ég ber þá fundargerðina upp til samþykktar eða staðfestingar í heild sinni þeir sem það samþykkja. Það er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin í 40. lið, það er markaðs- og menningarnefnd, lögð fram til umræðu og samþykktar fundargerð 4. fundar markaðs- og menningarnefndar. Eitthvað þarna sem að fólk vill tjá sig ef svo er ekki þá legg ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni þeir sem það samþykkja rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða.
Já, þá erum við komin í 41. lið. Þetta lagt fram til umfjöllunar og kynningar. Héraðsnefnd Rangæinga, fyrsti fundur, eitthvað þarna. Þá bara næsta mál. 42. Samband íslenskra sveitarfélaga, 913. fundur stjórnar og þetta lagt fram til umfjöllunar og kynningar. Eitthvað þarna. Svo ekki, þá förum við í næsta. Það 43. liður, það Arnardrangur, aukafundur stofnenda. 7.10.22 lögð fram til umfjöllunar og kynningar fundargerð aukafundar stofnenda Arnardrangs, eitthvað þarna. Ef svo ekki, að þá förum við í 44. lið, það almannavarnanefnd Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu, fundargerð 1. Lögð fram til umfjöllunar og kynningar fundargerð 1. Fundar almannavarnanefndar Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu, eitthvað þar. Ef svo ekki, að þá höldum við áfram í 45. lið. Það samráðsfundur með vegagerð 13. september 2022. Hér lagt fram til umfjöllunar og kynningar. Einhver sem vill tjá sig hér, gjörðu svo vel, Lilja. Oddviti og fundarmenn. Heyrðu, við langar bara aðeins að það einn dagskrárliður þarna undir þessari samantekt vegagerðarinnar og okkar forsvarsmanna. Og mér langar bara aðeins að spyrja aðeins betur út í þann lið hvar hann stendur og hvað við megum vænta langrar biðar. En á 299. fundi sveitarstjórnar í 9. júní síðastliðinn samþykkti sveitarstjórn samhljóða að farið yrði strax í aðgerðir til þess að bæta aðgengi gangandi og hjólandi við Austurveg, við apótekið að tjaldsvæði og Garðsauka, enda væri sú framkvæmd tilgreind sem forgangsverkefni í umferðaröryggisáætlun Rangárþings eystra sem og staðfestið deiliskipulagi fyrir miðbæ Hvolsvallar. Afgreiðslan var á þá leið, sveitarstjórn var falið að þrýsta á vegagerðina að farið yrði strax í umrædda framkvæmd ásamt öðrum aðgerðum samkvæmt gildandi deiliskipulagi á Austurvegi. Ég fagna því að sveitarstjórinn tók þetta upp við vegagerðina. Mig langar bara ef hann getur svarað því eða oddviti annað hvor, bara hversu fljótt við megum vænta þarna einhver aðgerð. Takk. Takk fyrir, Lilja. Anton Kári. Takk fyrir það, oddviti. Já, við erum þrýstum á það þarna bara strax eftir þennan fund. Við vildum náttúrulega ráðast í þetta og við höfum viljað lengi og allir held ég. Það vantar að bæta þetta aðgengi til muna og öryggi. En það allavega komið á þann rekspöl að vegagerðin byrjuð að vinna sína hönnun á veginum og eins og kom þarna fram í þessu minnisblaði og það komið að stað, verkfræðistofan efla að vinna það og þá þurfum við líka að gera náttúrulega ráð fyrir því í okkar fjárhagsáætlun fyrir næsta ár, 2023, að geta tekið þessar tengingar á inn á gangbrautirnar. Það breyting á göngustígum hjá okkur, eitthvað svoleiðis. Og við þurfum, í rauninni það verður okkar þáttur í þessu verkefni að klára hanna það og tengja. Og ég bara leyfi mér svolítið að vera bjartsýnn. Ég vona að við getum, og það að segja að við komum svo fjárhagsáætlun og annað líka, að við getum farið í þessar tengingar næsta sumar. Það kannski bjartsýnni, en ég vona og við leggjum upp með það að það að ganga. Já, takk. Takk fyrir, Anton Kári. Eru fleiri sem vilja? Lilja, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir greinagóð svör, Anton Kári. Ég vil þá leggja til kannski að við bætum við bókunina sem þarna á töflunni hjá okkur að vinna, eða þeim liðum sem í þessu erindisbréfi heyra undir sveitarfélagi verði vísað til vinnu við fjárhagsáætlun. Þannig að það verði ekki út undan. Takk. Eða samráðsfundur.
rétt verið að klára hérna að sníða aðeins inn í bókunina. Þá í rauninni leggjum við þetta fram til samþykktar þessa bókun, ekki rétt. Tillaga að þeim liðum í fundargerð samráðsfundar með Vegagerðinni sem tengist fjárútlátum sveitarfélagsins verði vísað í vinnu til fjárhagsáætlunar. Þeir sem að samþykkja þetta og leið fundargerðina í heild sinni, hún var til kynningar fyrirgefið, þá samþykkjum við þessa bókun hérna. Og mér sýnist að vera samþykkt samhljóða, var það ekki rétt hjá mér? Allir voru upp með hendur, jú. Ljómandi gott, ljómandi gott. Þá erum við komin að 47. lið hér, það svæðisskipulag Suður hálendisins. 19. fundur, 3.10.22, lögð fram til umfjöllunar og kynningar, fundargerð 19. fundar nefndar svæðisskipulagsgerð fyrir Suður hálendi. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja tjá sig ef svo ekki að þá förum við í næsta lið. Það liður 47. og sveitarfélög, skipulagsáætlanir og framkvæmdaleyfi til skógræktar. Hér lagt fram til kynningar erindi frá skógræktinni. Einhverju sem vilja tjá sig undir þessum lið. Ef svo ekki, þá höldum við áfram í næsta lið. Það 48. liður, UNICEF á Íslandi, erindi til sveitarstjórnar. Einhver sem vill tjá sig hér, Bjarki, gjörðu svo vel. Takk, oddviti, ég ætla svo sem ekkert að vera langorður, mér langar að leggja til að við þökkum UNICEF fyrir þessa sendingu til okkar. Þetta fyrir þá sem lásu bréfið, þá þetta mjög merkilegt, innihaldið í rauninni fræðandi og merkilegt og ég held að við verðum að tryggja að við förum eftir því sem fram í því kemur og hafa gott samráð við ungmennaráðið okkar, hjálpa þeim að vera virk, kenna þeim faglegar og flott vinnubrögð og ala upp unga einstaklingar sem geta tekið við á okkur í sveitarstjórn einn daginn. Takk. Takk fyrir það, Lilja, gjörðu svo. Háttvirti fundarmenn, takk fyrir. Við erum greinilega samstíga við Bjarki í málefnum ungs fólks og ég tek undir það sem hann sagði. Ég vil jafnframt leggja til við bætum við þessa bókun sem var einungis lagt fram til kynningar að við vísum bréfinu til umræðu og kynningar í annars vegar ungmennaráði og hins vegar stýrihópi barnvæns samfélags. Takk. Eru fleiri sem vilja tjá sig hér? Svo ekki, þá ég fram eftirfarandi bókun. Til samþykktar sveitarstjórn þakkar UNICEF fyrir bréfið og vísar bréfinu til umfjöllunar í ungmennaráði og stýrihópum barnvæns samfélag. Þeir sem að samþykkja það rétt við hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það 49. dagskrárliður þessa sveitarstjórnarfundar og jafnframt sá síðasti. Það safnmappa þingsályktanir og frumvörp til umsagnar 2022. Lögð fram til kynningar og umsagnar endurskoðun á laga og reglugerðar umhverfi, sjókvíaeldis, 9. mál og frumvarp til laga almannatryggingar, skerðing á lífeyri vegna búsetu, 44. mál einhver sem vill
tjá sig undir þessum lið? Ef svo ekki, þá þakka ég fundarmönnum og starfsmönnum fundarins fyrir fundarsetuna á fundinn í dag. Jafnframt þakka ég þeim sem horfðu á fundinn líka fyrir að vera með okkur hér í dag og segi hér með 303. fundi Sveitarstjórnar Rangárþings eystra slitið.